Komiði sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin á málfund hjá Málfundafélaginu Frelsi og fullveldi. Ég ætla að láta fundarstjóra þegar hann verður kjörinn eftir að kynna fundarefni og fyrirkomulag, en áður en ég set fundinn, já, ég bið ykkur sérstaklega hjartanlega velkomin, Erna og Ögmundur. Áður ég set fundinn þá ætla ég að hafa örfá orð. Ég ætla að biðja ykkur að skrá ykkur enn eina ferðina hérna á þessi blöð sem ég mun dreifa á eftir. Skrá nafn, kennitölu og netfang fyrir þá sem vilja vera í félaginu og fá þá senda þættina þegar eru teknir upp eins og þið sjáið. Fá það þá senda í tölvun ykkar eða síman ykkar eftir hvað við notið af þessu og hérna biðja ykkur þess vegna sérstaklega að skrá ykkur þó þið hafi gert það áður jafnvel, því að það er dálítill ólestur á skráningunni hjá okkur eins og þeir kannast við sem að hafa skráð sig í félagið kannski einu sinni eða tvisvar jafnvel og hafa ekki ennþá fengið efni frá félaginu. Þetta er hið fyrsta. Annað sem ég ætla að biðja ykkur er að koma hingað upp og taka til máls og tala í trektirnar því að þetta er allt tekið upp og það sem að talað út í sal heyrist ekki. Þannig að ég ætla að biðja ykkur það þegar þið takið til máls að þið standið svona hér bil þar sem ég er og talið við trektirnar. Auðvitað við fólkið á heyrður og sjálfsögðu, en trektirnar þær skipt orðið máli, þá enginn maður skilji hvers vegna. Þetta eru aðalatriðin. Svo set ég fundinn og býð ykkur aftur hjartanlega velkominu, einkum og sérilagi frummælendur, og sting upp á því að á þessum fundi verði Ólafur Ísleifsson fundarstjóri. Einhverjir sem styðja það? Einhverjir á móti? Þá bið ég þig, Ólafur, að gjöra svo vel að taka við stjórn fundarins. Þakka þér. Þakka þér fyrir séra Geir og ég þakka fyrir það traust sem að mér er sýnt hér. Fyrirkomulag fundarins er með þeim hætti að fyrst munu þau halda framsöguræður, Erna og Ögmundur í þeirri röð, en síðan verða almennar umræður og þá geta menn hvort sem borið upp spurningar eða bara rætt málin frá eigin brjósti eins og þeim býður við hérna hverju sinni. Ég þekki nú mjög marga hérna, eða kannski marga, en þeir sem að vilja komast á mælendaskrá, ég vil biðja þá að gera mér viðvart með öruggum hætti. Og ég mun vera hérna og reiðubúinn til þess að taka við óskum ykkar orðið. En að lokum að þá munu þau, í fundarloka þá munu þau ávarpa fundinn okkar ágætu framsögumenn. En að svo mæltu að þá vil ég biðja Ernu Bjarnadóttur að koma hér á fólkvísindin. Kannski ég fá bara mækinn líka. Hér svo vel. Svo það heyrist í mér. Ég fundarstjóri og góðir fundarmenn. Ég vil byrja á því að þakka boðið að koma hér og tala í þessu virta og trausta félagi. Heldur hátt. Þá reynum við bara að stilla. Er þetta betra? Er þetta betra? Og upptakan virkar fyrir landið og miðin. En já, góðir fundarmenn, kannski ég byrja á að gera aðeins grein fyrir því af hverju ég leyfi mér að stíga á stokki þessari umræðu og blanda mér í hana með svona afgerandi hætti. Það rann kannski upp við mig þegar ég var að tala við fundarstjóra hérna fyrir fundinn. En ég starfaði árabil hjá Bændasamtökum Íslands, var í norrænu samstarfi hjá þeim föstu frá 1999, 4 árum eftir að Finnland og Svíþjóð gengu í Evrópusambandið. Ég tók þátt í að vinna skýrslu íslenska landbúnað í alþjóðlegu umhverfi fyrir utanríkisráðuneytið ásamt mörgum öðrum
og þar fór fremstur reyndar Jón Heitin Sigurðsson, fyrrverandi seðlabankastjóri og rektor á Bifröst ásamt núverandi ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins, Martin Eyjólfssyni. Við vorum svona 3 sem bárum hitann af því. Hún kom út í lok árs 2002 og síðan þá hef ég eiginlega samfellt verið að elta þennan draug sem heitir Evrópusambandið, svo má kalla því að þetta er búið að vera að fylgja mér í vöku og svefni og velta fyrir mér fyrst og fremst auðvitað því sem varðar landbúnað en líka mörgu öðru. Nú þegar kom að því að það var samþykkt þingsályktunartillaga á Alþingi 16. júlí 2009 þá var ég starfsmaður Bændasamtakanna og í kjölfarið þegar að þetta viðræðuferli fór í gang þá var ég skipuð í Bændasamtökunum bauðst að skipa fulltrúa í svokallaða samningahópa sem að tóku fyrir tiltekið málefnasvið hver sig. Þetta voru 33 kaflar og það voru reyndar ekki alveg sér hópur hvern kafla, það var einhver leyti slegið saman en ég var sat í 3 þessara hópa fyrir Bændasamtökin og kom auk þess á fundi í fleiri samningahópum þannig ég tel mig að hafa kynnst þessu ferli af eigin raun á þeim tíma. Og þess vegna nýtist sú reynsla mér í dag þegar þetta mál er aftur komið á dagskrá. En það er svo margt sem að hægt er að koma inn á í sambandi við þetta mál og það er kannski fyrst að því ég nefndi nú að umsóknin var samþykkt þarna 16. júlí 2009 og send daginn eftir, ég man þessa daga mjög vel því að dóttir mín á afmæli 17. júlí þegar að umsóknin var afhent, Karl Bildt og hvað hann hét nú Svíinn sem var í forsæti niðri í Brussel og þingsályktunartillagan sjálf var lögð fram 27. maí og það er afmælisdagur minn, þannig að þetta eru nú dagsetningar sem er mér auðvelt að muna. En umsóknin sjálf, ég veit ekki hvort ég hafi séð hana og ég hef aldrei séð hana þýdda á íslensku af túlk sem að þýðir fyrir Íslands hönd. Það er ensk útgáfa sem er í umferð og það er sótt aðild að Evrópusambandinu á grundvelli 49. greinar sáttmálans Evrópusambandið. Það eru 2 sáttmálar sem Evrópusambandið byggir starfsemi sína á. Það er sáttmálinn starfsemi Evrópusambandsins og sáttmálinn Evrópusambandið. Og það er ekki sótt neitt annað en aðild. Það er ekki sótt viðræður. Þannig að við erum ekki í einhverju viðræðuferli. Við erum í aðildarferli. Skulum hafa það í huga. Nú, og þetta er lykilatriði sem að mótar síðan allt ferlið sem á eftir kemur. Þetta er sem sagt hluti af því að land verður að endingu fullbúið til að verða aðili að Evrópusambandinu. Nú, þetta er staðfest í framkvæmd stækkunarferlisins og þá er kannski réttari og meira að segja sjálfur utanríkisráðherra hendir því oft inn í umræðuna að þetta hafi nú verið svona og hinsegin þegar Noregur var í samdum aðild ásamt Finnlandi, Svíþjóð og Austurríki og þeir hafi hafnað aðild en það hafi verið samið þetta og hinn. Evrópusambandið er allt annað fyrirbæri í dag heldur en þá var. Maastricht-samkomulagið var gert 1992 eða 3 og það var ávísun á enn frekari og dýpri samruna Evrópusambandsins sem síðan hefur raungerst. Þau lönd sem sömdu þarna 1993 og 4 og urðu 3 af 4 aðilar 1. janúar 1995, þau voru einfaldlega að ræða við allt annað fyrirbæri heldur en Evrópusambandið sem við þekkjum í dag. Og það er ferli sem að síðan hefur mótast og þau til dæmis 10 ríki sem komu inn 1. maí 2004. Það líkist því ferli sem að við gengum inn í 2009 og er það sem er fyrir framan okkur ef við höldum áfram. Þetta viðræðuferli gengur þannig fyrir sig að fyrst er afhent umsókn, eins og ég fór yfir á grundvelli 49. greinar aðild að Evrópusambandinu, ekkert annað. Þeir fyrirvarar sem samþykktir voru með þingsályktunartillögunni á Alþingi, þarna 16. júlí, þeir fylgdu ekkert þessari umsókn. Enda tekur Evrópusambandið ekki við umsóknum með fyrirvörum. Þannig að þeir voru svona til heimabrúks, ætla ég að leyfa mér að segja. Og það er hérna þingmaður frá þeim tíma sem maður getur þá kannski bætt betur, ég ætla ekki að fara að biðja stýra því hvað hann ræðir hér á eftir. En í framhaldinu síðan tekur Evrópusambandið og aðildarlönd þess umsóknina fyrir, hún þarf að ganga í gegnum samþykkt allra aðildarríkja og hinn á þessa ráða sem ég er ekki með utanbóka hvað heita öll. En sem sagt þetta var síðan
samþykkt að hefja viðræður Ísland á sjálfan þjóðhátíðardaginn, 17. júní 2010. Þetta er allt merkilega dagsetningar sem ég telja þetta. Aðildarviðræður og það næsta sem gerist er það að það er samþykktur svokallaður samningsrammi. Ég er löngu farin að hætta að fylgjast með blaðinu. Og það er sem skjal sem er samþykkt á ríkjaráðstefnu milli Evrópusambandsins annars vegar og viðkomandi land sem sækir aðild hins vegar. Og þar er því lýst hvað er að fara að gerast. Og það sem er að fara að gerast er það að það verður sett upp ferli sem er fyrirfram ákveðið hvernig er, skipt niður þessa kafla sem ég ræddi við ykkur áðan og það fer þannig fram að fyrst fer fram svokallað skrýning eða sem við höfum þýtt á íslensku sem rýni og seinna þetta sama haust birtist fyrsta rýniskýrslan. Og rýniskýrslurnar fela það í sér að það er að bera saman löggjöf Íslands og Evrópusambandsins hins vegar. Hvað við höfum tekið upp, hvar og máta þetta bil sem er á milli löggjafar þessar tveggja aðila. Og þá byrjar nú skemmtisagan. Það var nú síðast í dag þeir sem eru á Facebook og í heimsýnarhópnum þegar ég í stríðinni minni fór að stríða frænda mínum Degi B. Eggertssyni að hann væri að tala það að hann hefði svona tilfinningu fyrir því að við varum búin að innleiða 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Og það er alltaf gaman að sjá þegar svona kemur við kaunin á einhverjum vinum þeirra sem maður potar í. Vilhjálmur Þorsteinsson, hann sá sér tilknúinn að skrifa andsvör við þessu og Hjörtur Guðmundsson tók vel á mótunum og Vilhjálmur var við þetta að játa það að þessi 75% sem hann og félagar hans hafa sett á flot og það að við séum búin að innleiða hérlandi af löggjöf ESB væri ágiskun. Gott mál, það er gott að fá það fram. En bara skiptir máli hver nefnarinn er. Nefnarinn er fyrir neðan strik, settu það á þitt sálar prik, var það ekki. Hann valdi þetta nefnara sem var frekar lítill. Það sé að svona nokkuð til löggjöf EES-svæðisins. Jú, það má vel vera að við séum búin að innleiða 75% af því. Ég get alveg trúið því. En 75% af löggjöf Evrópusambandsins alls ekki. Og það sýndi sig þegar var verið að rýna þessa löggjöf á sínum tíma. Og þá af þessum 33 eða 5 köflum, 33 hef ég nú valið að tala til já, 2 eru eiginlega ekki svona að semja var talið að 22 væru á einhverju eða öllu leyti undir EES-svæðinu. Gott og vel. Hvað gerist þá? Jú, það er borið saman löggjöf, kemur rýniskýrsla fyrir hvern og einn kafla og ef ekkert ber á milli, þá er opnað án frekari takmarka á viðræður og 11 af þessum 22 köflum var lokað tímabundið, takk eftir því. Það verður opnað á alla aftur ef við byrjum upp á ný. Því það búið að breyta löggjöf í Evrópusambandinu síðan. Halló, var ekki 16 ár síðan eða hvað það var? Þannig að eitthvað hefur gerst og kannski jafnvel líka hér á landi. Þannig að er ekki allt í lagi með upptökuna? Við vonum það. Já, og hljóðið er hæfilegt. Já, það þarf að opna alla þessa kafla aftur til að athuga hvort eitthvað ber í milli núna eftir allan þennan tíma. Kannski verður það lítið og fljótlegt. Hinir 11 af þessum 22, þeir voru bara ennþá opnir. Það var ekki svona lítið mál eins og margir telja að við séum bara búin að innleiða þessa löggjöf og við séum að því á hverjum degi eins og forsætisráðherra leyfði sér að segja í síðustu viku. Þetta sé bara hluti af daglegu lífi okkar aðlagast Evrópusambandinu. En hinir 11 sem sagt, það var það mikið sem bar í milli að það var ekki hægt að klára það. Klára að gera þær lag og nú kannski förum við í næsta hugtak þegar búið er að opna kafla og það kemur í ljós að einhverjum munur. Þá kemur að því að Evrópusambandið, og þetta er bara staðlag ferli, gerir kröfu það hvenær þurfa að breyta þeim lögum sem er í ósamræmi, hvenær þarf að og hvernig þarf að breyta stofnunum, þjálfa starfsfólk og sýna fram á getu til þess að framfylgja lögunum. Og þetta er alveg skýrt í köflum sem til dæmis voru ekki einu sinni opnaðir og það er til dæmis kaflinn tollabandalag sem undir því eru auðvitað allir milliríkjasamningar sem við erum með allt öðruvísi og framkvæmt tolla á ytri landamærum. Í einhverri rýniskýrslu sagði að þetta væri svo lítil og vanmáttug stjórnsýsla að þarna þyrfti að bæta við 100 starfsmanna og tölvukerfin ein fyrir 15 árum hefði kostað 3 milljarða að laga.
og ég veit ekki hvað vísitölur hafa hækkað þá upphæð mikið síðan, en það snýst sú vinna. En ef ég má aðeins hoppa sem sagt aftur, þarna voru sem sagt 11 kaflar en það opnir. Síðan voru líka kaflar sem var búið að opna sem að heyrðu ekki undir EES-svæði viðbót og engu þeirra hafði verið lokað, ekki megi fullyrða. Þar er auðvitað miklu meiri munur og löggjöf. Og síðan voru 6 kaflar af þessum 33 sem voru ekki einu sinni opnaðir. Og af hverju gerist það? Það gerist af því að landið uppfyllir ekki svokölluð opnunarskilyrði. Þess að áður en hægt er að hefja viðræður, þá þarf að uppfylla opnunarskilyrði sem fela það í sér að ef Evrópusambandið gerir kröfu til dæmis tilteknar breytingar á löggjöf eða breytingar á stjórnsýslu eða eitthvað slíkt, þá þarf að gera það áður en kaflinn er opnaður. Síðan, og þessi 6 kaflar voru meðal annars, þetta tollabandalag sem ég sagði ykkur frá á, var ekki hægt að opna það. En það hefði við aldrei getað framkvæmt löggjöf Evrópusambandsins á því sviði á þeim tíma. Það var ekki opnaður landbúnaður, kaflinn landbúnað, var ekki opnaður fiskveiðar og viti menn, við þetta lýðræðis þjóðfélag með elsta þing heimsins og dómskerfið sem því fylgdi, það var ekki hægt að opna kaflann dómsmál heldur. Við erum algjörlega í ósamræmi við dómskerfi, það heyrir ekki undir EES-samningi og þess vegna var ekki hægt að opna þennan kafla heldur. Það var ekki hægt að opna kaflann matvælaöryggi og dýraheilbrigði og það var ekki hægt að opna kafla sem fjallar staðfesturétt og þjónustufrelsi eitthvað svoleiðis, en sá kafli fjallar fjárfestingar í landinu og þar strandaði auðvitað á því að við vildum ekki leyfa fjárfestingar í sjávarútvegi erlendra aðila. Þannig að þetta var svona. Svo er náttúrulega skemmtilega söguskýring þessa fólk sem gat ekki klárað eða komist lengra með þetta sín tíma, að það hafi verið maður mér nokkuð skyldur sem hafi verið að stoppa þetta allan tímann. Svo kallar stoppráðherra segja þau sums staðar. Það heiti Jón Bjarnason og viti menn, heyrðu, honum var bara sparkað þessari ríkisstjórn í árslok 2011 og hvað leið langur tími frá því og þar til að þessi sama ríkisstjórn gafst upp á þessu ferli. Það voru eitthvað rúmir 12 mánuðir. Hvað segir utanríkisráðherra þetta að taka langan tíma núna? 18 mánuði. Hver trúir því að þetta getur tekið 18 mánuði þegar þau með sína 12 mánuði og 2 ár eða rúmlega það fyrir aftan sig gátu ekki komist lengra með þetta máli þetta. Þetta er með ólíkindum að almenningi sé boðið upp á svona skýringar, verð ég að segja. Nú, ef ég má aðeins, fundarstjóri, víkja þá að bændasamtökunum og okkar starfi sem þar vorum á þeim tíma. Þá tókum við þetta býsna föstu tökum frá byrjun. Við fórum í skipulega vinnu, heimsóttum bændasamtök í Noregi, heimsóttum bændasamtök í Finnlandi. Við fengum Stefán Má Stefánsson til að vinna með okkur og hann tók saman mjög þétt efnislega rit íslenska landbúnað og löggjöf Evrópusambandsins sem var gríðarlega mikilvægt í þessari vinnu. Við gerðum allt sem við gátum til þess að stríða þeim sem vildu draga þennan vagn áfram. Birtum forsíðu fréttir á Bændablaðinu, eða farið inn á tímarit.is og fletti forsíðu Bændablaðsins svona fyrstu 5 mánuði ársins 2011. Þá sjáum við fréttir til dæmis að Stefán Má segja að það sé engar sérlausnir í boði og við segjum það ennþá. Og ég skal aðeins koma betur inn á það eftir. Og að Finnland hafi enga varanlega undanþágu fengið, það var skemmtilegast, menn brjáluðust. Og finnsku bændasamtökin brjáluðust líka. En sannleikanum er hver sárreiðastur, það er bara þannig. Nú, líka skemmtilega sögu að segja, ég var send, það kom vorið 2010, held ég munur rétt. Kom kollegi minn sem ég kannast ágætlega við og var búinn að drekka bjór með í Kaupmannahöfn löngu áður en þessir atburðir urðu og talaði á fundi hjá Evrópuhreyfingunni á Akureyri. Og við vorum ekkert mjög ánægð með þetta að systursamtök okkar væri að senda svona liðsmenn til þess að tala með þeim sem við
með máli sem við vorum á móti. Og svo ég ætla að deila hérna þessari skemmtisögu að svo var ég send þarna lengst norður í Finnland, norður í Tornjó sem sko alveg við landamærin við Svíþjóð. Ég veit ekki að þetta er 70 breiddargráðu eða eitthvað. Og látið sofa þar með finnskri konu í herbergi, svo ég myndi nú haga mér. En ég fékk einhvern norskan bónda til þess að fara með mér og hitta þennan og segja við bara kærðum okkur ekki svona afskipti. Og það var ekki liðin nóttin þegar það var búið að hringja sunnan úr Brussel í utanríkisráðið á Íslandi og hvart yfir þessu kellingu norður í Finnlandi. Ég elska að gera mitt versta og ætla að halda því áfram. Nú, eða fyrir ekki að ég var komin með of hátt aftur. En sem sagt, við förum aftur þá í bændasamtökin sem að segja, við gáfum út þarna 7 varnarlínur, svo kallar. Þar sem við skrifum svona rauð strik það hvað við teldum að væri línur sem að mætti alls ekki fara yfir. Og ráðherra málaflokksins, hann gerði þær að sínum í ríkisstjórn Íslands og það má finna frétt þetta á heimasíðu atvinnuvegaráðuneytisins eða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins á þeim tíma, ég man rétt 7. apríl 2011. Þar sem það sagt frá því að þetta hafi verið gert. Þannig að það gekk ekki hnífurinn þannig á milli samtakanna. Nú, við ströggluðum í þessum samningahópum, við vorum 3 þarna í landbúnaðarhópnum og ég og Ólafur Dýrmundsson í hópnum matvælaöryggi og dýraheilbrigði og eitthvað var þetta fleira. Og við náttúrulega héldum okkur við þessar línur. Og þar var meðal annars að ræða bann við innflutningi á hráu kjöti og dýrum. Og við fórum fyrir utanríkismálanefnd og eitthvað fleira í þessu sambandi. Nú þrátt fyrir harða baráttu þá nú búið að dæma Ísland til þess að leyfa innflutningu á hráu kjöti, en dýrin standa eftir. Og þar vil ég segja, allt tal sérlausnir einskisvirði í mínum huga. Dýr eru vara í skilningi Evrópulöggjafar. Og það grundvallaratriði í löggjöf Evrópusambandsins frjáls för vöru. Og þó að einhverjum pólitíkusum detti í huga semja eitthvað annað, þá geta jafnvel einstaklingar farið með svona mál fyrir ICJ, Evrópudómstólinn, og ég tel afar langsótt að þetta myndi halda í því sambandi. Og þetta ekki skoðun sem ég hef mótað mér, eða ekki rök sem að ég hef búið til, heldur þetta fengið frá lögfróðumönnum sem hafa skoðað þetta. Þannig að þegar menn eru að kalla á að þarna þurfi að vera sérlausn, þá finnst mér það svona nánast óvarlega borið fram. Þetta prinsippmál og fyrrverandi yfirdýralæknir Halldór Runnarsson skrifaði nú mjög góða grein þetta í Bændablaðið í vetur, en það eru alvarlegir sjúkdómar sem að myndu vera komnir hér innan mjög margra mánaða að hans mati. Og þá segir líka Góður Hálsar, sko sjúkdómar eru dýravelferðarmál líka. Dýr þjást og deyja ef þau fá sjúkdóma. Og þetta eitthvað sem bara svona sérlausnamál? Fyrirgefðu, ég ekki það. Ég náttúrulega bóndadóttir og alin upp í sveit og sé málin ekki svona. Nú, þess vegna ætla ég að gera aðeins meira mál þessar sérlausnir. Það vekur furðu mína oft í þessum umræðum núorðið að hlusta á talsmenn þess að Ísland verði aðilar að Evrópusambandinu. Það eiginlega fátt að frétta því hvað ég verið svona frábært við það. Jú, kannski lækka matarverð og við fórum að læra vexti, það svona eiginlega eina sem þeir reyna að segja, sem nú á mjög veikum grunni borið fram. En hins vegar sko alls konar sérlausnir sem verið svona frábært að fá. Til dæmis vitnaði í 349. grein sáttmálanum með Evrópusambandið sem fjallar Madeira og Azoreyjar og eitthvað svona, að setja upp á sérlausnir á grundvelli hennar. Þetta var ekki sérlausn, þetta hluti af regluverkinu. Og þegar ETS-kerfið var innleitt, þá var algjörlega blásið allt með það að tengja Ísland við þessa grein. Nikótínpúðar í Svíþjóð, skiptir það máli? Það eitthvað efnahagslegt stórmál að leyfa nikótínpúða í Svíþjóð? Þetta var eitthvað mál sem varðaði það hvort að Svíar myndu frekar, það hefði verið svona tilfinningamál fyrir einhverju að þeir kosið nei. Það var svona ódýrskiptin fyrir Evrópusambandið að gera þetta svona tíma.
fóstureyðingarlöggjöf á Möltu eða Írlandi? Er það eitthvað sem við viljum tengja okkur, umræða sem við viljum tengja okkur við? Þetta er svona út úr kú. Ég lofa ykkur að kemur grein þetta. Hún er farin með mókan. Nú, það sem ég líka að segja er að við förum aðeins í þetta hvað við erum að gera með þessu, með framsal á valdi. Menn eru mjög fljótir ofta að segja, hvað, er Þýskaland þá ekki fullvalda ríki ef það er í Evrópusambandinu eða Danmörk? Og þessi tilfærsla á umræðunni er það sem við erum daginn út og inn að glíma við. Staðreyndin er sú, og þetta er grundvallarmunurinn á Evrópusambandinu og aðild okkar að EES, að samkvæmt 3. grein sáttmálans starfshætti Evrópusambandsins, þá fer Evrópusambandið með svokallaða einkavaldbærni í ákveðnum málum. Það er að segja, aðildarríkin framselja löggjafarvald sitt í þeim málum til Evrópusambandsins. Og þessi mál er einfaldlega talin upp í þessari grein. Þar á meðal er sjávarútvegur, tollabandalag og fleira. Þannig að það er einfaldlega þannig að í þessum málum sem Evrópusambandið hefur einkavaldbærni, þá er tómmál að tala einhverja sérlausnir. Það mun aldrei halda. Og við sáum þetta líka hvernig tilraunir til að fara fram hjá þessu, myndi ég segja, með þessum Haag-ákvæðum, Haag-viðmiðum, eða Hague Preferences, sem að Írar byggðu sín forgang að fiskimiðum ákveðnu leyti á. Þegar þetta hentar ekki lengur stóru þjóðunum, og þá er þetta bara blásið burt, er það ekki? Þannig að er þetta það sem við viljum eiga undir einhverjum loforðum embættismanna í Brussel sem hafa ekki einu sinni rétt til að tala fyrir hönd þjóðþinga aðildarríkjanna, því að allar breytingar á grundvallarsáttmálum Evrópusambandsins þurfa að fara þar í gegn. Ekki gegnum bjúrókratar í Brussel hafa ekki vald til að ákveða það. Er ég komin langt komin? Já, ok. Þá fyrir ég bara að klára þetta, sko. En bara að lokum þessa orðræðu, það verður að tala sífellt það. Treystum þjóðinni, verðum með samstöðu og við heima með þjóðum sem hafa svipuð gildi. Hvaða gildi er þetta? Það fylgir yfirleitt ekki með. Er það gildi það að vera með hernaðarbandalag og ráðast á aðra með byssum? Eða er það innflytjendarlöggjöf? Hún er nú býsna fjölbreytt innan Evrópusambandslanda og sum viljum við standa með einum hópnum og önnum telja þessi betra að taka önnur lönd til fyrirmyndar. Þannig að þegar slík rök eru borin á borð, þá er ástæða til að spyrja hvað áttu við, hvaða gildi? Og þessi spurning, ég fagna þeirri umræðu sem var sett hér í gang, líklega fyrsta Birni Bjarnasyni og fleirum hana. Hvers konar spurningar á að spyrja? Og ég segi það, þegar að Brexit-atkvæðagreiðslan var í Bretlandi, þá var ekki upprunalega spurningin sú sem var endanlega kosið Menn fóru í gegnum þetta til þess að tryggja óhlutdrægni spurningarinnar sjálfur. En fundarstjóri beðið að mig að lækka í mér. Ég þakka gott hljóð og var hlakka til að heyra þetta. Já, ég tek undir þakkir fundarmanna til Ernu fyrir hennar frábæra framsöguerindi. En þá er komið að Ögmundi Jónassyni, fyrrverandi alþingismanni og ráðherra Ögmundur. Takk. Nú þarf ég að koma þessu hérna. Ég vil endilega beina því til fundarmanna að þeir geri sér að góða þær veitingar sem eru hér í boði félagsins. Gerið svo vel. Hér er meðal annars kaffi. Ekki á tölvunni? Já. Þetta er klófuna? Kemur að vera bara.
Vel, þá bara setur þú á play. Þú hvernig setjum við þetta stað? Nú þarf það að gera það. Slideshow hérna. Þetta snilt í skjárið. Já, slideshow. Hérna. Nei, það er allt í slideshow. Jú, framsýttinni. Það er komið. Þetta er komið. Svo hérna bara niður. Kemur þetta Spotify náttúrulega inn? Nei, þetta er út. Já, já. Þetta er síðan fært hérna ef þú vilt vinna fyrir þeir sem sitja hér. Já, já. Já, góðir fundarmenn. Nú ég kominn yfir erfiðasta hjallan, það að koma þessu PowerPoint hérna í gang. En ég ákvað að kalla þennan fyrirlestur minn ESB, frelsi og fullveldi fjötur fót. Þetta er eiginlega félaginu og heiti þess til heiðurs. En ég ætla að taka upp þráðinn þar sem að Erna skildi við að því leyti að hún lagði áherslu á að Evrópusambandið er ekki það sama í dag og það var í gær. Evrópusambandið hefur verið að þróast frá fæðingu. Kjörorðið var fagurt, in varietate concordia, sameinuð í fjölbreytileika. Þetta var hugsunin. Nú erum við komin með 27 aðildarríki sem tala einni röddu á alþjóðavettvangi á miðstýrðum samræmdum markaði sem leyfir engin frávik. Og ég ætla að fara nokkrum orðum hvernig við komumst hingað, eða hvernig öllu heldur Evrópusambandið komst á þennan stað. Menn þekkja þessa sögu hygg ég í kjölfar heimsstyrjaldarinnar síðari. Þá vildu menn finna leiðir til þess að sætta stríðandi öfl eða koma öllu heldur í veg fyrir að stríðandi öfl yrðu til, koma böndum á kola- og stálframleiðslu sem hafði orðið ríkum ágreiningsefni og svo hatramt að það var ein þráðurinn í uppbyggingu spennunnar sem varð síðan að logandi vítisbáli. 1957 þá stofnað Efnahagsbandalag Evrópu á grundvelli Rómarsáttmálans svokallaða. Síðan líða 10 ár og stofnanir Evrópubandalagsins eru settar undir sama hattinn. Það er kola- og stálbandalagið, það er kjarnorkuþróun Evrópu, menn vildu koma samræmingu einnig á því sviði og síðan er orðið til batteri sem allt er sett þarna undir eina regnhlíf. Nú árið 1993 þá verður grundvallarbreyting með tilkomu Maastricht-sáttmálans og héðan í frá förum við að keyra í áttina að sambandsríki með Maastricht-sáttmálanum 1993. Síðan koma Lissabon-markmiðin. Menn höfðu stóra drauma í Lissabon árið 2000. Það var haft af orði þar að nú skyldi Evrópusambandið verða skilvirkasta og öflugasta markaðseining í heimi innan 10 ára. Það gerðist ekki. Og það gerðist ekki heldur að veruleika yrðu draumar manna nýja stjórnarskrá fyrir Evrópusambandið. Það var Giscard d'Estaing sem var einn af höfuðsmiðum hennar. Þegar að drögin voru sett fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi, hans heimalandi, þá var það fellt. Þá voru tillögurnar felldar einnig í Hollandi.
En Evrópusambandið hefur þann hátt á að þegar því mistekst, þá gerir sambandið það sama og menn gera á salerninu, menn sturta niður og til vatnið er orðið hreint. Og það var gert 2009, að þá verður til endanlega Lissabon-sáttmálinn, hann var til á borðinu 2007 en endanlega samþykktur 2009. Og með honum verða talsverðar breytingar á Evrópusambandinu. Hingað til voru enn leifar af samstarfi fullvalda ríkja í þeim skilningi að þau bjuggu yfir neitunarvaldi, gátu neitað að fallast á grundvallarbreytingar sem tillögur komu fram og þá náðu þeir ekki fram að ganga einfaldlega. En með Lissabon-sáttmálanum þá eru 40 stór málefnasvið tekin undan þeirri reglu. Og héðan í frá þarf rúman meirihluta ríkja til að samþykkja afdrifaríkar breytingar sem gerðar eru eða 65% íbúa að baki þurfa að vera. 65% íbúa Evrópusambandsins. Og þar nægja íbúar stærstu ríkjanna, 4. Þýskalands, Frakklands, Spánar og Ítalíu. Og þar með, þetta voru 40 málefnasvið sem eru tekin þarna undan. Og eftir þetta eru stóru ríkin smám saman að ná svona tangarhaldi á þessu batteríi. Nú, förum aðeins yfir á annan vettvang, EFTA, Fríverslunarsamtök Evrópu, þau eru stofnuð 1960. Ísland gerist aðili 1970. Þessi ríki byggja sína samvinnu fyrst og fremst á samvinnu tolla. Að greiða fyrir milliríkjasamningum með sameiginlegri tollastefnu, þetta var umdeilt á Íslandi á sínum tíma, eins og þetta myndi koma illa við íslenska framleiðsluvörur á ýmsum sviðum, skóframleiðsla og Egilsstöðum og vefnaðarvörur og svo framvegis og það var rétt, sú gagnrýni reyndist vera alveg hárrétt. En engu að síður er ekki stigið mjög stórt skref með þessu samkomulagi sem er svipað og Evrópusambandssamvinnan hafði verið fram til þessa. Og ekki bara það, heldur í heiminum öllum eins og ég kom inn á. En þegar komið fram á 10. áratuginn, þá er farið að tala að EFTA-ríkin geri samning við ESB hið evrópska efnahagssvæði EES. Og við gerum þetta og tökum þátt í þeim samningu 1992 og 1993 og til verður EES-samningurinn. En hverfum aðeins aftur til heimsstyrjaldarinnar síðari að loka hennar. Þá sameinast hinn kapítalíski heimur að skapa stofnanaveldi eða stofnanaumgjörð kapítalismann. Sovétmenn voru á þessum fundi í Bretton Woods í New Hampshire en þeir skrifuðu ekki endanlega undir svo að þetta væri framlenging á Wall Street og þeir hefðu ekkert að gera með sína undirskrift þar, en önnur ríki gera það úr þessum og okkar heimshluta. Og þarna verða til 2 stofnanir. Það hafði staðið til að hafa þær 3. Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, International Monetary Fund, IMF, AGS, skammstöðu íslensku, og Alþjóðabankinn World Bank. En síðan verða 3. stofnanir sem einnig átt að verða til, International Trade Organization, ITO, Alþjóðaviðskiptastofnunin. Hugmyndin að Alþjóðaviðskiptastofnunin kom frá Bandaríkjunum, en það voru þeir sem að felldu tillöguna þegar til kastana kom. Bandaríska þingið var ekki tilbúið að taka henni. Þannig að hún bíður. Á því tíma sem síðar fer í hönd, síðari hluta 20. aldarinnar, frá 1947 til 1995, þá er samstarf á alþjóðavettvangi ríkja innan hins kapítalíska heims
grundvölluð á hinu sama og EFTA hafði verið og Evrópusambandið fram til þessa. Samstarfið var á grundvelli tolla fyrst og fremst. Að auðvelda viðskiptin með því að fella niður og samræma tolla og margvíslegar reglur í viðskiptaheiminum að staðla þær og gera viðskiptin auðveldari þannig. Áhersla á að greiða götu milliríkjaviðskipta með lækkun tolla og margvíslegri samræmingu. Þetta var hugsunin allan síðari hluta 20. aldarinnar, eða fram á miðjan 10. áratuginn. Þá verða þáttaskil 1995. Til sögunnar kemur World Trade Organization, alþjóða viðskiptastofnunin, hún er þá sett á laggirnar 1995. Nú er að verða grundvallarbreyting. Og það er ekki bara þessar stofnanir sem taka breytingum, heldur fer OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, einnig að beita sér. Þetta samkomulag hér, MAI, Multilateral Agreement in Investment, það eru Frakkar sem hafa forgöngu þar, en það er OECD sem að verkstýrir því. Þetta gekk út á það að búa til samræmt kerfi þar sem að menn svona sæju að markaðurinn virkaði alveg út í ystu æsar. Og hvað þýddi það? Spurðu franskir kvikmyndaframleiðendur til dæmis. Þýðir þetta það að það eiga sömu reglur að gilda í Frakklandi okkur, frönsku fyrirtækin og þau sem koma frá Hollywood. Já, sjálfsögðu, það má ekki mismuna. Má ekki mismuna á grundvelli þess hvaðan fyrirtækin eru. Má ekki mismuna í okkar þágu, nei. Þetta var blásið af þegar þjóðin komst að þessu, vildi þetta ekki. GATS er byggt á svipaðri hugsun. General Agreement on Trade and Services á vegum alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Þetta fer í gang undir aldalokin. Og hérna er það einn aðili sem að fyrir bankatinnar í utanríkisráðuneytinu, það var BSRB. Við stóðum vaktina þar. Við lásum þessa texta. Og þeir eru þannig hannaðir að það er búinn til stór bálkur. Öllum aðildarríkjum alþjóða viðskiptastofnunar er boðið að borði. Segir menn sig ekki frá einstökum þáttum bálksins, þá er hann samþykktur. Og við fórum að spyrja, heyrðu, hvað er búið að samþykkja þetta? Hvað á að samþykkja? Á að samþykkja að bókasöfn séu sett á markað, sem þýðir það að við þurfum að þá að niðurgreiða ameríska bókasafni hérna, við lesa það, og sama hátt og borgarbókasafni. Já. Nú það er eins gott að halda vöku sinni. Út af þetta gengur þetta. Og þetta er svo lævíst að menn þurfa að hafa opin augu. En alltaf þegar að þessi samningar komi fyrir augu almennings að þá eru þeir blásnir af. Alltaf hefur það gerst. Samningarnir sem að alþjóða viðskiptastofnanir reynda að keyra þetta gegn, þeir fóru að mæta mikilli andstöðu, það voru mikil mótmæli í Seattle 1999 og þá var ákveðið að fara með þetta til Doha í Katar. Það er mikill sandur en fátt fólk. Og það var sagt við samtök sem ég var í framkvæmdastjórn hjá PSI, Public Service International, 20 milljón manns eru þar félagar og við spurðum hvað má við senda marga? Einn. Ekkert svona kjaftaði frá Seattle aftur. Og það fer að koma daginn að það eru stefnt í tvær gagnstæðar áttir.
Það er lýðræðið og Alþjóðaviðskiptastofnunin hins vegar. Og þetta fer heimurinn að gera sér grein fyrir og Dóa fer að spóla í hjólförunum. Það sem við köllum Dóa-ránd til að reyna að klára þetta. Það sýnir mér bara dæmi hérna fyrstu skilgreininguna í GATT-sáttmálanum sem að ég fór með fyrir þingið á sínum tíma. Hún er svona. Hvað eru þjónustusamningar? Þjónusta á við þjónustu á öllum sviðum nema þjónustu sem opinber yfirvöld veita. Nú, er þá heilbrigðisþjónustan undanskilin? Bókasöfnin, félagsþjónustan, er allt bara komið í var? Nei, svo kemur næsta grein. Þjónusta sem opinber yfirvöld veita er þjónusta sem hvorki er veitt á viðskiptalegum grunni eða í samkeppni við einn eða fleiri þjónustuveitendur. Það þýðir, ef þú ert farið með einhverja þætti inn á markað, þá ertu komin undir þjónustu tilskipunina. Þetta er hugsunin, þannig að þú þarft að vera vel á verði. Nú má vel vera að margir hér inni vilji gjarnan hafa þetta svoleiðis. Markaðsvæða innviðina, samfélagsþjónustuna, á öndverðum meði við mig. Þá skulum við deila það. Þá skulum við bara deila það. En við látum ekki eitthvað vald út í heimi ákveða hvernig við ætlum að hafa það. Það er munurinn. Munurinn á því hver ákveður. Democracy í þessa átt, World Trade Organization í hinna. Það fór þetta að snúast. Hann var svo óheppinn sá sem verkstýrði þessu hjá Evrópusambandinu að heita Bolkestein. Það er allt og líkt Frankenstein. En það fannst okkur hjá verkalýðshreyfingunni við hæfi að kalla þetta Bolkestein eða Frankenstein tilskipunina þegar þeir voru að tróða henni inn í félagsþjónustuna, alla heilbrigðisþjónustuna og allt. Það tekist mikið á þetta á þessum tíma. Ég tók mikið þátt í þessum slag. Bæði hjá Evrópusambandi verkalýðsfélaga á almennum markaði sem tók til hvoru tveggja og í opinbera geiranum. En til að fara fljótt yfir að þegar að Dóa fer að spóla í hjólförunum, þá er farin önnur leið. Þá er farin bara leynilið og farið að semja á bak við tjöldin, tísa þetta. Og nú skildi enginn fá að vita. Ríkustu löndin í heiminum fóru ákvað að fara á bak við þeim fátækari. Það voru 50 ríki, en það voru bara 23 eða 4 við samningaborðið. Hvers vegna? Það þurfti bara einn frá Evrópusambandinu. Þurfti bara einn þaðan. Það var einn sem semur fyrir hönd Evrópusambandsins. Við sátum við borðið hins vegar. Íslendingar sátum við borðið. En Evrópusambandsríkin, einn fulltrúi fyrir þau öll. Og ég fór á stúfana til að reyna að átta mig betur á þessu og ég var þá ennþá vel tengdur inn í verkalýðshreyfinguna fór til Stockholms og spurði getið þið hjálpað mér, við erum komin núna fram til 2013, getið þið hjálpað mér upplýsingar? Ég vil fá að vita hvað er að gerast í nefnd Economic Policy Committee Working Group on Output. Getið þið látað mig fá upplýsingar þetta? Alveg sjálfsagt sagði þetta, en það er ekki mikið á að græða, við getum sýndið plaggi. Þetta er þau. Og ef einhver heldur ég sé að segja ósatt, Hér á einu stað stendur conclusions. Results of this exercise can be summarized as follows. Þetta er dauðasalvara. Þetta er salvara, svona er þetta nú. En Íslendingar tóku því miður þátt í þessum skollaleik
og þetta er úr greinargerð utanríkisráðuneytisins til Alþingis 2013-14, vonast er til að aðildarríki WTO gerist aðilar að TISA-samningnum þegar viðræðum er lokið. Markmið samningsins er að fækka hindrunum í vegi fyrirtækja sem starfa á vettvangi þjónustuviðskipta og auka gagnsæi í milliríkjaviðskiptum með þjónustu. Gagnsæi, leynisamningur á að auka gagnsæi. Við tókum þátt í þessu. En, aftur segi ég, við vorum þarna á okkar eigin forsendum og gátum rifist um það og deilt um það og tekist á um það á Alþingi út í þjóðfélaginu. En í Evrópusambandinu var ekki slíkt að ræða. Það var bara einn fulltrúi og allt í leyni. Fyrirgefðu, þetta minnir á evrópskan skóla sem forfaðir okkar fóru í og yfir miðalverðum. Einn máttu ganga en blötuðu saman. Svarti skóli eða hvað. Hér erum við komin inn til okkar. Það sem að við þurfum að hyggja náttúrulega er sjávarauðlindin, orkan, landareign, vatn, matvæli. Þetta er það sem að við þurfum að halda utan. Fyrir utan náttúrulega lýðræði sem ég er búinn að vera svona að dansa utan í. Og þetta er náttúrulega mikilvægast af öllu, sjávarauðlindin okkar. Orkan, þar höfum við átt möguleika á að gera miklu meira en við höfum og gert vegna þess að við stöndum undan Evrópusambandsins. Við höfum getað það. Við þurfum ekki að samþykkja orkupakka 3 til dæmis eða þessa orkupakka alla. Landareign, það er sama þar. Ég setti lög á sínum tíma, setti þann lagafrumvarp, en ég setti greinargerð með þessu lagafrumvarpi sem aldrei var samþykkt því að eftir maður minn í embætti hendi því í körfuna strax. Þar sem að ég vildi útiloka landareign, ekki bara þeirra sem stóðu utan EES, heldur allra sem ekki höfðu heimilisfest á Íslandi. Ég vildi halda eign á landi innan okkar landsteina. Og þetta er hægt. Ég fékk greinargerð frá Stefáni Má Stefánssyni, prófessor við Háskóla Íslands og Hartvig við Álagsárháskóla sem sögðu þetta verið hægt að takmarka þetta, þetta segir svo í stjórnarskrá, 72. grein, kemur því eftir. En þetta stendur slagurinn. Matvælin er þarna veka því. Við vorum dæmd fyrir vegna þess að við höfum ekki bannað innflutning eða bannað innflutning á hráu kjöti. Við gátum bannað það. Utan EES gátum við bannað það. Það var hægt á grundvelli ákvæðis sem segir að hægt sé að nýta heilbrigðisástæður til þess að standa utan fjórfrelsisins á tilteknum sviðum. Þetta er náungi sem við þekkjum vel. En það verður að gefa alltaf í skyn að við getum samið þetta sérstaklega. Við höldum þorskinn og yfirráðum yfir fiskinum. Og hvers vegna ættu að geta það? Jú, sjáðu Möltu, sögðu menn. Á Möltu gátu menn samið túnfisk. Menn gátu samið túnfisk undanþágur á Möltu. En bíðum við, fyrsta lagi. Afli á Íslandsmiðum árið 2023, 1.375.000 tonn. Afli á Möltu árið 2023, 1.000 tonn. Í fyrsta lagi, þetta er samanburður. 1,4 milljón tonna og svo 1.000 tonn. En svo var ekki samið neina sérlaust. Það var samið túnfiskveiðar við ríkin við Miðjarðarhaf, veiðar sem yrðu með því fyrirkomulag að gagnaði smartverk og öðrum, en á forsendum Evrópusambandsins. Þetta voru engar varanlegar undanþágur, valdið lá í Brussel eftir sem áður. Það er staðreyndin. Og svo er það orkan okkar sem að við þurfum að passa, að sjálfsögðu, á þess að við farin nánar út í þá sálma, og við getum haldið utan þetta náttúrulega með tilvísan í stjórnarskrá Íslands.
Þar segir í annarri grein: Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið, dómendur fara með dómsvaldið. Þetta segir í stjórnarskrá Íslands, sem að bera virða að sjálfsögðu. Nokkur orðum bókun 35. Vegna þess að hún snýst þetta. Hún snýst þetta. Evrópusambandið heimtar að bókun 35 verði lögfest. Hún standi ekki utan íslenska laga. Og hún svohljóðandi, menn þurfa að vera vel óþreyttir svona til að fara í gegnum þetta. Bókun 35 við undirritun samningsins 1993. Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. Svona hafa gengið frá þessari bókun. Og hvað þýðir það ef þörf krefur? Það þá dómstólana að ákveða hvar landamærin liggja á milli íslensks og evrópsks dómsvalds. Það liggur í þessum texta. Nú ég meina orðið svona, skýrt og óskýrlegt lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Það getur þessu. Sama á við skuldbindingar sem innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Og ég taka það fram, það enginn sem vefengir það að fjórfrelsið og reglurnar sem að snúa að því séu þess eðlis að við höfum undirgengist dómsvald í Brussel. Það enginn að efast þetta. Það sem menn að efast hvar landamærin liggja vegna þess að Evrópusambandið og samningurinn hefur að þróast. Og þeir sem að vilja setja þetta inn í lögin, þeir vilja taka þetta vald, þetta úrskurðarvald frá íslenskum dómstólum. Það snýst slagurinn. En það snýst annað á meira. Og hér mestu óheilindi sem ég hef séð í íslenskri lagaskipan. Því að hér segir, nema Alþingi hafi mælt fyrir annað, hafi innilófið. Alþingi hafi mælt fyrir annað, nú þannig að við getum þá bara ráðið þessu, bara sett önnur lög. Lesið þá greinargerðina með þessu frumvarpi. Þar segir, Alþingi getur mælt fyrir, Alþingi getur sett hvaða lög sem það vill. Það getur ákveðið að fara út úr EES-samningnum. Sett lög sem að stríða gegn þessu. Takmarka EES-sáttmála og svo framvegis. En hvað gerist þá? Þá náttúrulega sektuð. Af því það er lögbrot. Það er brot á samningnum. Þau eru sektuð. Þetta sett einvörðungu til málamynda til að komast fram hjá stjórnarskrá Íslands. Til að geta sagt að í íslenskum lögum standi þessi klásúla að Alþingi geti mælt fyrir annað. Það snýst þessi slagur. Það snýst þessi slagur. Svo að því ég var að tala landakaupin, hér stendur líka með lögum á takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hluti atvinnufyrirtæki hér á landi. Til þess að vísaði ég líka á sínum tíma. Ég vildi taka margra rétt heimildir EES-borgara til að eignast land hérna. En ég var samt með íhaldssama nálgun, varfærnislega að ráði háskólaprófessorana tveggja. Því að þeir sögðu, það hægt að takmarka þetta svo fremi sem þetta standi sannanlega utan fjórfrelsisins og sé ekki fjárfesting í landi bara landsins vegna. Ef slíkt að ræða, þá getur við takmarkað þetta. En ég bara að nefna að hér stendur þetta í stjórnarskrá Íslands og stjórnarskráin önnur grein að hún hefði gefið mér þennan rétt. En síðan það spæfilsvaðferðin sem við þekkjum öll. Að sneiða nógu mikið og bara litli bitar og svo bara setja nammi ofan á og ípa stykki og svo framvegis.
Það voru allt svo gott. Og þetta allt byrjað. Og hún mætt, og góði gestir í þyrlu og það fundað í Keflavík og mikið kossafláns og nýjir gestir á hverjum degi. Og svo það manndómsvíslan sem var hérna fyrir jólin. Þegar Íslendingar afsöluðu sér eða fóru niður með sína kröfur í makrílstofninum, hefði verið rúm 16%, farið niður undir 10%. Svipað og Evrópusambandi var búið að fallast á sínum tíma. Jón stóð á móti og við sömdum ekki, Bjarnason. En þarna þarna ríkisstjórnin, hún byrjuð að sneiða niður. Hún samdi það líka í júlí í fyrra, sjávarútvegsráðherra, að við myndum koma sameiginlega einhverjum að deilistofnum. Þetta undirbúningur, þetta saman. Menn að greiða götuna jafnt og þétt. Og núna daginn, Security Signature of the EU-Iceland Security and Defence Partnership. Þetta framhald á samningi sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, gerði 21. maí í Brussel við Evrópusambandið utanríkismál og gengur út á það að samsama íslenska utanríkispólitík Evrópusambandsins. Það segir til dæmis, það hét Strengthening EA Foreign and Security Policy Cooperation, Alignment with EU Foreign Policy, Alignment of EA EFTA states with EU statements, declarations and restrictive measures. Restrictive measures? Hvað það? Það þvingunaraðgerðir, til dæmis gegn Rússlandi, gegn Venezuela, Kúbu væntanlega. Við að fallast á þetta. Að fallast á allar ákvarðanir sem Brussel tekur að þessu leyti. Þetta gert bara þegjandi og á nokkur eiga orðastað við þjóðina. Þetta ekki einu sinni svo þunn sneið af pilsunni að það taki sig að hreyfa við málinu í almennri umræðu. Já. Restrictive measures may include prohibitions on the export of arms and related equipment, gott og vel. Restrictions on admission, kemur að því. Economic measures such as restrictions on imports and exports, freezing of funds and economic resources owned by targeted individuals or entities. Þessar viðskiptaþvinganir sem við að verða vitni að, heimurinn að verða vitni að, allar eða allflestar ólöglegar, samkvæmt alþjóðlegum lögum, allar eða allflestar. Og þær hafa leitt meiri hörmungar og þjáningar en jafnvel stríðin yfir þjóðir. Og við að fallast á þetta að fylgja þessu fólki, þessu vígvæðingaróða fólki sem núna stýrir Evrópu. Við að fallast á það að leyfa þeim að stýra för. Strengthen cooperation between the EU and Iceland, the areas of peace, security and defense, including FIMI. Það þarna tölvustandið held ég að segja. Ég bara nefna þennan mann hérna. Jacques Bott heitir hann. Hann svisslendingur, skrifaði bók. Ég veit ekki hvort að hún nokkuð verri eða gagnrýndi en greinirnar sem sér að Geir Vog hefur skrifað bókan Úkraínustríðið. Svipaðar. Það mjög svipaðar. Nema það búið að skrúa fyrir kortið hans. Hann getur ekki brotið í búð og ef sér að Geir fer og vill gefa honum í matinn, þá hann að brota lög. Hann svissneskur, var í svissneska hernum, skrifar gagnrýni á aðkomu NATO-ríkja og Evrópusambandsins að Úkraínustríðið bannað. Þetta ekki utan dómstóla og ég vildi fá að vita á hvort að einhver á þinginu ætlar ekki að spyrja hvort að þessi maður muni koma til Íslands. Má hann koma til Íslands? Ég veit ekki. Við búin að fallast á þetta. Að lokum voru ég að nálgast lokin á þessu. Síðan þetta. Þetta aðkoma
Donalds, að Norðurpólnum. Svo er það Kanada og svo er það önnur ríki og Rússland hérna. Þetta er málið það að snúast núna. Geopólitík. Alheimspólitíkina. Og nú langar gömlu nýlendu veldin í Evrópu aftur til að vera stór. Til að vera alvöru. Til að vera alvöru. Og þessi maður sagður frá flutt eldræðu í Davos. Mér fannst það ekki eldræða, mér fannst það hrikaleg. En þar sagði hann með annars, ef þú ert ekki við borðið, þá er það matseðlar. En ég spyr, þó að farið vel á með þessum tveimur, þetta er utanríkisráðherrann okkar og yfirmaður þýska heraflans. Hann kom hingað til lands með allan konfettkassan framan á sér. Hann kom í herklæðum til Íslands. Hvað þýðir þetta eiginlega? Hvað er það að segja á táknrænan hátt með þessu? Og halda menn að við komum til með að sitja við viðræðuborð við Bandaríkjamenn eftir að við erum gengin þessum mönnum á hönd. Halda menn það? Menn eru að loka dyrum. Það er ekki sleppt og haldið. Þetta er ekki þannig. Þetta eru afdrifaríkar ákvarðanir sem menn eru að taka. Ég er þeirrar skoðunar að varnarsamningurinn svokallaði við Bandaríkin skiptir ekki nokkru einasta máli. Hann skiptir ekki nokkru einasta máli. Íslendingar eru á áhrifasvæði Bandaríkjanna og munu aldrei eins og sæti standa að láta að því. Svona samningur er ekki. Samningurinn hann skiptir máli á sínum tíma sem framlag Íslendinga gagnvart Sovétblokkinni. Þá hafði hann annars konar þýðingu. En núna hefur hann ekki þessa sömu þýðingu, hann gerir það ekki. Hann kemur til með að þjóna þessu liði, sem segist ekki vera með liðn her og allt ekki að stofna her. Samt eru til orðnir hermenn, merktir Evrópusambandinu. Sjáu þessar myndir. Þetta er evrópskur her að vera til. Og ég ætla núna undir lokin að segja ykkur frá skýrslu sem heitir Extending Russia. Hún er frá Rand-stofnuninni. Hún jafnvel með, fædd 1948. Austur í Kaliforníu, fyrst til að þjóna ameríska flugvélum og síðan Pentagon. Þetta er hugveita, think tank. Heitur hún ekki Ayn Rand? Rand. Rand Report. Ég kann ekki að segja frá því. Nema þetta er sama hugsun og var í gangi á 9. áratugnum þegar menn ætlaði að knésetja Sovétríkin með því að ganga alltaf lengra og lengra og æsaðu upp í geimhernað og svo framvegis þangað til brotnuðu niður. Extending Russia. Nú á það vera óvinnurinn. Og í Rand Report, þetta er löngu fyrir Úkraínustríðið, það segir measures, tillögur til Bandaríkjastjórnar, þetta er think tank Pentagon, utanríkisráðuneytisins bandaríska. Provide lethal aid to Ukraine. 2019. Increase support to the Syrian rebels, promote regime change in Belarus, Hvíta-Rússlandi, exploit tensions in the South Caucasus, Armenia, Azerbaijan, reduce Russian influence in Central Asia, challenge Russian presence in Moldova. Þeir eru mættið þangað. Economic measures, recent Russian economic performance, measure 1, hinder petroleum exports, reduce natural gas exports and hinder pipeline expansions. Continuing to expand US energy production in all forms, including renewables, and encouraging other countries to do the same would maximize pressure on Russia's export receipts and thus on its national land defense budgets. Alone, among the many measures looked at in this report, this one comes with the least
cost risk. Og áfram, increase US and NATO land forces in Europe. Increase NATO exercises in Europe. Withdraw from the INF Treaty. Intermediate Nuclear Forces Treaty, sem að gerði 1987 eftir leiðtogafundið hér í Höfða. Invest in new capabilities and to manipulate Russian risk perceptions. Og hlusta á þetta hérna. More aggressive US and allied patrolling near Russian naval base areas could cause Russia to adopt expensive countermeasures. With limited access to the open sea, Russia would be sensitive to threats posed to these areas, particularly the Arctic, home of its nuclear ballistic missile submarine fleet and the Baltic and Black Sea. Eru Rússar að auka umsvif sína á Norður-Atlantshafinu? Nei, þeir eru ekki að gera það. Sagðirðu þetta var frá 2019? 19. Sama ár og kjarnorkusamningur var sagt upp. Já, og þetta er þeir að segja og ljúga því síðan til vegna þess að andstæðingurinn eins og ég sé er ekki Rússland. Hann er ekki Rússland. Hann er sá andstæðingur sem Dwight Eisenhower benti á árið 1961. Hann sagði, þetta er republikani, þetta er yfirmaður bandaríska hersins í Evrópu í seinna stríði og hann talaði svona þegar hann tók embætti 1953. Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This wealth in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. Þetta er Dwight Eisenhower árið 1953 og þegar hann yfirgaf forsetastólinn þá sagði hann. Og hér bendir hann á óvininn sem hann núna er við að glíma. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together. Þetta forseti Bandaríkjanna, republikani, yfirhershöfðingi að segja árið 1961 og hann að beina orðum sínum til sama andstæðings og við eigum núna. Ég ætla að lúka þessu á orðum Eysteins Jónssonar árið 1944 á Þingvöllum, því að þau eiga við í dag. Hann sagði, við Íslendingar munum kappkosta að koma þannig fram við aðrar þjóðir að við öðrumst vináttu þeirra og traust. Við munum unna öðrum réttar og sannmælis en halda á rétti vorum. Slíkar verða landvarnir þjóðarinnar og aðrar eigi. Takk fyrir. Já, góðu fundarmenn, það var lokið framsöguerindum og við höfum fengið hérna tvö frábær erindi sem ég tek undir þakkir fundarmanna. En þá hefjast hér almennar umræður, minnumst þess að við erum stödd á fundi í málfundafélaginu Frelsi og fullveldi sem að starfar undir kjörorðinu Allir hafa fullt málfrelsi.
Og nú mælendaskrá opin og fyrstur á mælendaskrá Páll Vilhjálmsson. Og ég bið aðra sem að vilja taka til máls að gefa mér merki með tryggilegum hætti. Takk fyrir. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn, frumvörðendur, hjartans þakkir fyrir framlagið. Maður gerir sér far að fylgjast með umræðunni en hefur alltaf hag af því að heyra atriði og sjónarmið sem maður kannski rekst ekki dagsdaglega á og þakka þeim Ernu Ögmundi kærlega fyrir. Mig langar að fara með umræðunni aðeins nær í tengslu við það sem að blasir við næstu vikur. Það þingsályktunartillaga fyrir Alþingi. Fyrsta umræða búin, hún farin í nefnd. Erna nefndi hérna áðan hvað þetta tók langan tíma, 2009, þá heldum við að nefnd dagsetninguna 27. maí og svo var þetta tilbúið 16. júlí. Þau ætla að gera þetta miklu hraðar í gegn, þau í meirihlutanum í dag. Við verðum að treysta á þingmenn sem eru öðruvísi þenkjandi og hafa aðeins meiri sjálfstæði og fullveldi í vitund og sinni heldur en meirihlutinn og að þeir fari fram á vandaða þinglega meðferð. En tilfellið að ákvæðið sem að þeir nota til að koma á þjóðaratkvæðinu, þetta eru lög samþykkt 21, tóku gildi 22 byrjun árs, gefur bara 3 mánaða eða 9 mánaða glugga til að hafa atkvæðagreiðslu. Þannig að þau eru búin að segja 29. ágúst. Það þýðir að 29. maí verða að vera komið með þetta, annars oft í uppnámi. Og þangað til að þetta verður samþykkt held ég að meginverkefni okkar sé að koma í veg fyrir samþykkt. Það er alveg að vita að þeir sem eru á þingi og mun tala gegn þessu, þeir hlusta eftir röddum út í samfélaginu, rétt eins og þingmeirihlutinn hlustar á raddir út í samfélaginu. Ef að þingmeirihlutinn skynjar meðbyr, við sáum hvernig þetta er pakkað ofan í okkur. Traustið ekki þjóðinni? Ætlið eitthvað að koma í veg fyrir að vera greidd atkvæði? Þetta stóra mál. Það verður kynnt af því að við erum tekið eftir hvernig það er talað undanfarið. Þeir sem að vilja þjóðaratkvæði, vilja ESB. þá er þetta rauða línan. Traustið ekki þjóðinni. Og við þurfum að hafa ansvar við þessu. Sem er, jú, við treystum þjóðinni en við treystum ekki stjórninni. Og ef við verðum dugleg, ef við náum að vekja þannig umræðu í stóru og litlu, og þá er maður alveg að tala niður í bara litla samfélagsmiðlafærslu eða vekja athygli á einhverju grein og eitthvað slíkt, að þá vinnur það með okkur að þrýsta á, fyrsta lagi vandaða meðferð, þess að verði að kalla til sérfræðingar, til dæmis varðandi spurninguna, sem er fjarska óeðlileg eins og Erna kom inn á hérna áðan, þá að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið þegar við lokið áramótin 2013 og eins og Erna benti á að það þarf að opna alla kannar aftur af því að bæði íslensk lög og ekki síst lög Evrópusambandsins hafa tekið breytingum. Þannig að við vinnum í þessu og krefjumst vandaðra meðferðar, krefjumst þess að bæði spurningin verði endurskoðuð og dagsetning, þetta er fáránleg dagsetning með tilliti til þess að fá þjóðina til að greiða atkvæði. Frestuðing, Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hefur þegar gert formlega tillögu það og við þurfum að styðja það því að við verðum með öllum ráðum að mínu mati, menn geta verið ósammála mér, að drepa þetta áður en það verður á þjóðaratkvæði. En verði þjóðaratkvæði, og þá þurfum við að taka þann slag og þá eru rök sem að Erna og Ögmundur tæltu fram og sjónarmið skipta miklu máli. En núna er þetta ákveðið spretthlaup fram að þinglokum, hvernig sem það annars verða. Og það sem við þurfum að einbeita okkur, á mínu mati, er að gera þessa vegferð, þessa Brussel-vegferð, stjórninni eins pólitískt dýrkeypta og mögulegt er.
Það að vekja athygli á að svindluð á okkur. Eins og Ólafur Ragnar, fyrrverandi forseti, benti á það að byrja að semja. En það samt eigum við að fá að greiða atkvæði hvort það eigi að semja. En Þorgerður Katrín búin að fara 11 sinnum til Brussel síðustu 12-13 mánuðum. Hún byrjuð að semja. Og þá kem ég að lokaatriðinu, ég ætla ekki að hafa þetta framsögu, sem að taka vara á og verið gaman að heyra frá Ögmundi sem þjálfarinn þingmaður og Erna sem á langa sögu í samskiptum við Brusselvaldið. Að það læðistæðnis á grunnur að í ferlinu sem núna og fram að þjóðaratkvæði ef þau fá það í gegn í lok sumars, þá búið að skipuleggja ákveðin útspil af hálfu Brussel sem gengur út á að við fáum einhvers konar sérlausnir. Að okkur verið talin trú það. Nú mun Erna vonandi í lokin koma þess inn á það hve miklu marki framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir hönd Evrópusambandsins getur veitt slíka undanþágur eða sérlausnir. En það verður alveg ábyggilega skipulagt þannig að Íslendingum verður sagt ekkert óttast, þurfi ekki óttast orkuna, sjávarútveginn og svo framvegis, að því að við ætlum að taka svo mikið tillit til ykkar. En það blekking. Markmið Evrópusambandsins að komast til áhrifa á norðurslóðum. Þeir eru núna í harðri rimmu við Bandaríkin yfirráðan yfir Grænlandi. Ísland næsti nágranni Grænlands og með því að ná Íslandi eru þau að styrkja stöðu sína á norðurslóðum og eins og Ögmundur nefndi áðan, þá ekki Íslendingar sem semja við Bandaríkjunum, það var Brennus. Og þá eru þeir minnst með íslenska hagsmuni í huga, þeir eru alltaf hina hagsmuni í huga. Þeir vilja sæti við borðið meðal stórveldana, Rússlands, Kína, Bandaríkjanna. Og það sem meira 3 vikum áður en Ursula von der Leyen kom í heimsókn hingað síðastliðið sumar, þá flutti hún ræðu í gömlu þýsku keisaraborginni Aachen, sem kennd við og var höfuðborg Halla Magnúsar, fyrsta keisara, heilaga rómverska keisaraveldisins. Og þar segir hún, við þurfum að haga okkur eins og stórveldi. Þau átta sig á því í Brussel að það ekki lengur þessi veröld sem Ögmundur lýsti ágætlega, það sem eru stórir alþjóðlegir samningar, það sem stórríkin, stórveldin í viðskiptalegum tilliti og ESB-na ráða ráðum. Trump sprengdi þetta allt upp í loft. Núna þetta sígild stórveldátök og Evrópusambandið þarf að fara að haga sér eins og stórveldi. Og hvernig koma stórveldi fram við smáríki? Og það ekkert að svara þessu. Meðan við erum utan við ESB, þá eigum við von. Samanber það sem að Ögmundur sýndi á síðustu glæru sinni og vitnaði Eysteinn. Þannig að mér langar bara að koma hérna upp til að draga okkur inn í þann tíma sem núna og verkefni framundan sem fyrsta lagi komið í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, öðru lagi takist það ekki að sigra hana. Takk. Já, við þökkum Páli Vilhjálmssoni og þá næstur á dagskrá, þá næstur á mælendaskrá, vildi ég sagt hafa, séra Geir Voga. Og ég nefni það aftur, mælendaskrá er opinn og endilega látið mig vita því sem að vilja taka til máls. Fundastjóri, góðir fundamenn, ég þakka ákaflega góðar ræður, framsöguræður og ræðu Páls hér rétt áðan og ég tek sérstaklega undir með Ögmundi það að efnahagsþvinganirnar sem að Bandaríkjamenn
Evrópusambandið og Íslendingar. Bandaríkjamenn, Evrópusambandið og Íslendingar beita og hafa beitt eru allar ólögmætar að alþjóðalögum. Einungis þær efnahagsþvinganir sem að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna stendur að eru lögmætar að alþjóðalögum. Þetta eru allt ólög. Og að við skulum taka þátt í þessu er sárara heldur en orð ná yfir. En hér hefur NATO alla verið nefnt á nafn og þess vegna ætla ég að gera það, tala aðeins um þetta sígilda varnarmálin. Ísland er stofnaðili að NATO sem var sett á fót til þess að halda Ameríkönum í Evrópu, Rússunum úti og Þjóðverjum niðri. Það var Ismail Ávarður, fyrsti framkvæmdastjóri NATO, sem að hitti naglann á höfuðið að ég held með því að lýsa NATO svona í blaðaviðtali. Halda Ameríkönum inni í Evrópu, halda Rússunum úti og Þjóðverjum niðri. Eins og þarna kemur fram þá hafa Bandaríkin frá upphafi verið potturinn og pannan í NATO. Þau hafa séð varnir Evrópu og borið meir en 2/3 hluta af öllum kostnaði og öllum framkvæmdum sem af því hefur hlotist. Herlaust Ísland hefur aldrei haft her, það leggur til sinn skerf í fjármunum til NATO-rekstrarins. En varnir Íslands hafa hins vegar að öðru leyti verið komið fyrir með herverndarsamningnum við Bandaríkin, þar sem Íslandi er ekki gert að leggja annað til heldur en aðstöðu í landinu fyrir Bandaríkjaher. En varnarbandalagi NATO breyttist á einni svipan, ég þreytist ekki á að minna menn á það, að varnarbandalagið NATO, sem alla tíð hefur náttúrulega verið í eðli sínu hernaðarbandalag, það breyttist á einum degi í hreinræktað hernaðarbandalag þegar herjum þess var beitt til árása á Júgóslavíu þegar að það ríki var að líðast í sundur. Í 78 dægur samfleytt sprengdu NATO-herirnir í Serbíu sérstaklega brýr og vegi, orkuver, spennistöðvar, sjúkrahús og íbúðahverfi ásamt kínverska sendiráðinu. Þessar aðgerðir voru ekki gerðar með samþykki öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna frekar heldur en einir efnahagslegu þvingunaraðgerðir sem hafa verið styrjaldaraðgerðir og ekkert annað að undanförnu. Þær voru ekki samþykktar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og þær voru heldur ekki á forsendu stofnskrár NATOs. Þær voru með öðrum orðum algjörlega ólöglegar, bæði að alþjóðalögum og líka að lögum NATO. Þessu var svo kippt í liðinn seinna með því að breyta reglum hernaðarbandalagsins svo hægt væri að beita herjum þess til árás á önnur ríki, jafnvel utan við herverndarsvæði NATO sem er Evrópa og munið eftir því að þegar að NATO var stofnsett þá var Alsír í Afríku, hérað í Frakklandi og það er sérstaklega tekið fram í stofnskrá NATO að hervernd NATO nái ekki til Alsír sem þó var að lögum hérað í Frakklandi. Og menn hafa látið hendur standa fram úr ermum síðan. Eftir að stofnskrá NATO var aðlöguð að þessari lögleysu sem ég var að segja ykkur frá, þá var ráðist á Afganistan og Líbía lögð í rúst með dyggri aðstoð okkar því að við settum okkur ekki á móti því, við samþykktum það. Við erum samsek í eyðileggingu þessara landa og fleiri. Núna er staða NATO svo að Bandaríkin er orðin fráhverf bandalaginu hér í Evrópu, að minnsta kosti svipinn. Síðan 2014, takið eftir ártalinu, hafa Bandaríkin og NATO í Evrópu staðið að styrjöld við Rússa í Úkraínu. Síðan 2022 beinlínis með beinum hernaðaraðgerðum, dulbúnum sem aðstoðið Úkraínu. Og svo hefur Trump Bandaríkjaforseti komið fram sem sáttasemjari í stríði sem hann stendur að 2/3 hlutum að og erfði frá forvera sínum í Washington.
Hann hefur verið að leita sátta í þessu stríði sem að NATO er að öllu leyti þáttakandi í. Bandaríkjamenn hafa kostað frá upphafi og nú í seinni tíð Evrópusambandið í auknum mæli. NATO hefur tapað þessu stríði. Rétt eins og Bandaríkin og Ísrael hafa tapað stríðinu við Íran nú þegar. Manndrápunum linnir ekki og eyðileggingunni, það heldur allt áfram. En bæði þessi stríð sem eru raundar hluti af sama stríði eru töpuð Vesturveldunum. Fullyrði ég. Og hvaða gagn er að hernaðarbandalagið sem tapar stríði? Veltið því fyrir ykkur. Af hverju eigum við Íslendingar að taka þátt í hálfleynilegum öldungis ómarkvissu fálmi Evrópusambandsríkja? Evrópusambandið er ekki aðili að NATO, heldur einstök ríki þess. Af hverju erum við að taka þátt í þessu fálmi til að reyna að blása með einhverju hætti nýju lífi í hálfdautt NATO í Evrópu undir merkjum efnahagsbandalagsins eins og Ögmundur benti okkur á með myndunum sem hann sýndi hér rétt áðan. Það er herverndarsamningur við Bandaríkin sem er varnir Íslands. Okkur starfar meiri hætta en nokkru sinnum áður af þessum sáttmála. Bandaríkin virða hvorki sín eigin lög eða alþjóðalög, eins og blasir við öllum og hefur blasað við öllum undanfarið. Þeir virða ekki heldur milliríkjasamninga, eins og varnir þeirra við Arabaríkin við Persaflóa sína í þessu stríði við Íran. Þeir reyna það núna á eigin skinni Arabarnir sem hafa sett allt sitt traust á Bandaríkin. Varnarsamningur Arabaríkjana við Bandaríkin draga hins vegar að þeim skothríð Írana eins og nú er vegna hernaðar mannvirkja þeirra í arabísku löndunum. Bandaríkin kosta öllu til vegna Ísraels. Vopnabræðra sinna í árásarstríðinu á Íran núna yfirstandandi, sem í tvígang hefur sætt árásum í miðjum samningaviðræðum við Bandaríkin. Þeir virða engin lög, hvorki alþjóðalög eða sín eigin. Og þá er það spurningin sem ég ætla að varpa hér fram. Eigum við að halda áfram að fela þessum glæpamönnum varnir Íslands? Mitt svar er já. Já í bili. Af því að annað er allt of hættulegt. Ríkisútvarpið lét hjá líða að segja okkur frá því að Trump talaði Ísland í sama orðinu og hann hét því að taka Grænland jafnvel með hervaldi. Hann tekur Ísland, ef honum svo þóknast, eins og Grænland, en hann telur og sér Ísland víst einmitt vegna varnarsamningsins. Við eigum ekki að vekja athygli á okkur núna, hvorki í brennandi og hrynjandi NATO í Evrópu, né heldur gagnvart Bandaríkjunum. Við eigum að láta lítið fyrir okkur fara, lítil mús sem deilir búri með blóðillum og árásargjörnum og særðum fíl á ekki að vekja athygli herbergisfélagans á sér. Reynum að sitja hjá eins og við framast megnum. Þess vegna eigum við að halda áfram herverndarsamningnum í bili og vona að einhverjar aðstæður verði til þess að við getum látið hann líða hjá. Ég ætla að segja að lokum þetta. Utanríkisráðherra Íslands hefur dregið ríkisstjórnina hálfa inn í efnahagsbandalagið eins og hér hefur komið fram og fylgir þar fram stefnumótun forvera síns úr Sjálfstæðisflokknum, gleymið því ekki. Fyrri utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins reið á vaðinn með þessa stefnu og það var allt og hefur alltaf verið á laun. Við fréttum af þessu í erlendum fréttum. Það er sagt frá þessi ríkisútvarpinu í erlendum fréttum. Ég tel að sumt af þessu sé skýlaust stjórnlagabrot. Varði raunar við Drottinsvík. Það er mín skoðun á þessu. Við þurfum að neita þessari stefnu með þjóðaratkvæðinu
neita því helst áður en til þess kemur, eins og Páll nefndi hér áðan, ég tek öldungis undir með honum, og þurfum að hjálpa forsætisráðherra okkar til þess að standa við það fyrirheit hennar að þessi kosning aðild að Evrópusambandinu verði síðast á kjörtímabilinu. Því lofa hún. Látum kjörtímabilinu lokið eftir að þessi atkvæðagreiðsla hefur farið fram. Við þurfum með öðrum orðum nauðsynlega að koma þessum stjórnar meirihluta frá. Þakka fyrir gott hljóð. Já, ég tek undir þakkir til séra Geirs, en þá mælendaskrá ennþá opin. En næstur á mælendaskrá séra Gunnlaugur Geirsson, Garðarsson. Þetta verður stutt. Hjartans þakkir, Erna, Ögmundur, Páll, Geir, fyrir ykkar greiningarvinnu. Ykkar raddir þurfa að heyrast allt land og baráttu kveðja. Ég mjög þakklátur, við erum öll þakklát. Það sem að mér í huga núna bara spurningar taktík frammi fyrir óhreinum málflutningi og villandi og óheillinda málflutningi. Eins og til dæmis treystið ekki fólkinu, eins og ávar bent hér áðan. Nú, það erfitt að mæta svona villuljósi, en það má segja að við séum á móti aðlögunarferli, að gangast inn í aðlögunarferli án þess að vilji hafi verið kannaður til aðildar, sem allt annað mál og við þurfum að endurtaka það oft. Aðlögun, það ekki þá orðið spurningum í raun og veru stjórnarskrá og vilja hólsins til þess grundvallar sem við ætlum að standa á sem þjóð. Hinn punkturinn sem mjög mikilvægur að nota í málflutningi okkar að ég tel, sem séra Geir reyndar var búinn að benda á, og það að starfandi utanríkisráðherra og forverinn hafa tekið sér vald án umboðs. Og það bara svik við þjóðina og stjórnskipanina. Takk. Þegar þakkir til séra Gunnlaugs. Þá næstur á mælendaskrá séra Halldór Gunnarsson í Holti, eins og hann alltaf nefndur. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég eiginlega þakklátastur fyrir þá djörfung sem að frelsi og fullveldi hefur með þessu málfundum og komin á það stig að við tökum upp fundina og sendum það út. Og ég að vona að þessi leið geti markað þá baráttu sem við viljum heyja, að finna vörn gagnvart því sem við horfumst í augu við og Erna og Ögmundur hafa sett svo skýrt fram, að það byrjað með ekki lævísum hætti lengur, svo augljóslega að semja. Það verið að leggja grunn að því að leið og við erum búin að samþykkja þetta að eins og þetta sett fram, viljið ekki leyfa okkur að kanna hvað í pakkanum, eru þið ekki sammála það að fá nýja vexti, fá nýja möguleika að byggja ykkar eigin íbúð, eru þið ekki sammála því að kanna þessa möguleika
í þessu fyrirheitna landi Evrópubandalaginu sem að hruni komið. Auðvitað erfitt að tala á móti því. En þessar framsöguræður sem hér voru fluttar með slíkum rökum og þegar við getum sendt þetta út, þennan fund, með einmitt þeim rökum sem komu fram í framsöguræðum, þá hljótum við að ná einhverjum árangri. Erfiðleikarnir í dag eru að það er næstum hægt að lesa blaðagreinar í Morgunblaðinu eða greinar sem koma í Vísi eða í Dagblaðinu gamla. Við verðum að nota nýja tækni með því að senda út með þessum hætti sem fólk er tilbúið að gefa tíma. Og þá er vandamálið þetta sem ég hef áður sagt, að þegar Evrópubandalagið, sem er staðráði í því að ná okkur inn með þeim rökum sem hér hafa komið fram, það er stóra von þeirra að ná áhrifum á þessu svæði, sjá möguleika í því þegar Norðurpóllinn verður opnaður til siglingaleiða og skipahöfnin verður á Íslandi og ráði yfir því. Og svo framvegis og við þurfum enga spámenn til þess að sjá hvað þeir ætla sér að gera. En hvað gera þeir til þess að ná árangri? Gömlu aðferðina. Þeir sigra með gullaxasna sem fer inn fyrir múrana hjá okkur. Þeir nota peninga til þess að ráða umræðunni sem verður í ríkisútvarpi Íslendinga og andstæðingar fá ekki þar að komast að. Við horfumst í augu við að ríkisútvarp okkar stjórnar umræðunni í hverju málinu og eftir öðru þar sem andstæðar raddir ná ekki að koma fram. Hvaða varnir höfum við í þeirri stöðu? Ég spyr. Við verðum að mynda afl og hafa möguleika á því að koma því fram í nýjustu tækni til unga fólksins, TikTok eða hvað það heitir, og fleiri möguleikum, en við gerum það ekki með því einu að ná því að koma af stað svona góðum fundi eins og við höfum gert hér. Við verðum að láta það flæða í ljósvaka Ísland. Hvar er vörnin? Er stjórnarskrá Íslands ekki lengur til varnar? Við höfum heyrt þessa ríkisstjórn sem ræður eða forsætisráðherra að skautar fram hjá því að þetta er í rauninni gjörsamlega útilokað nema það sé búið að breyta stjórnarskrá Íslands áður. Í rauninni gefur stjórnarskráin ekki heimild. Ég fullyrði það að fara í þennan leiðangur sem er ekki spurningum hvað er í pakkanum, heldur bein aðlögun að samningum sem að Evrópubandalagið mun sjá að verði lokið og við munum ekki hafa neina vörn. Því að það er ætlun þessa fólk sem ætlar að keyra okkur þarna inn að ganga fram hjá stjórnarskrá Íslands. Og hvað gerum við þá? Getum við gert byltingu? Eða getum við gert eitthvað annað? Ég tek undir orð séra Geirs. Við höfum aðeins eina vörn að mynda svo magnaða gagnsókn að ríkisstjórnin verði að segja af sér. Verði það. Þakka ykkur fyrir. Já, þetta er ekki til sér að Halldórs. Þá fer nú að halla svona siga á þennan fund. Hann er orðinn hartnær búinn
standa í hartnær 2 tíma og við höfum enn eftir að heyra loka ávörp framsögumanna, en það eru nokkrir ennþá á mælendaskrá og það eru núna algjörlega síðustu forvöð að skrá sig á mælendaskrá. Þannig að þá bið ég Önnu Björgu Hjartardóttur að stiga hér í stólinn. Takk kærlega sælir, kæri fundargestir. Og ég ætla að taka undir hérna þakklæti séra Gunnlaugs til allar sem hafa talað hérna. Það er búið að ræða hérna varnir fyrir Ísland og bara á stóra sviðinu. En varnir landsins, það eru náttúrulega bæði á stóru sviði og það eru líka á litlu sviðinu. Og allt þetta er jafn mikilvægt og þar sem Evrópusambandið er svona ólíkinda tól sem þeir breyta sínu reglum að núna í júní þá stendur til að innleiða nýja reglur í lok júní og það fjallar að lönd verði skyldu til þess að taka á móti flóttamönnum. Þeir eru ekkert gefið upp í hvaða stærðarkvóta það er gagnvart ólíku stærðum landa, en reglunar eru í þá áttina að annaðhvort verður tekið á móti flóttamönnum eða við þurfum að borga, hvert land þarf að borga sem samsvarar 10-20.000 evrum fyrir hvern einstakling sem verður neitað að taka á móti. Þú getur ímyndað hvað er hægt að herja hart á lönd og reyta á þeim peninga. En það sem er gerst undanfarið er það, maður tökum eftir því að það eru mörg lönd, Evrópulönd, sem að hafa tekið upp á því, tekið þau lög sem að Frakkland byrjaði á 2011 og það er það að banna þennan svokallaða klæðaburð sem heitir burka og hijab, klæðnaði múslima á almannafæri. Og málið er að flestir vita að burka er með mjög þéttu neti fyrir augun, þannig að það sést varla út og hitt er svona eins og bréfalúga á póstkassa. Og en þetta bann hefur verið frá sumurlöndum mjög víðtækt, en þetta eru 11-13 löndum dag. Þetta er mikið af þessu gerst núna undanfarið. Holland, Belgía, Austurríki, Danmörk, Ítalía. Og það sem að við sjáum og þessi lönd hafa tekið til þess að ráða er það að þau sjá aukin vöxtur eða veldisvöxtur er á bara almannafæri sem sýnir heimafólki hvert stefnir og í hvað átt þróunin er. Og það er mjög athyglisvert fyrir okkur á Íslandi að vita sú staðreynd að í kjölfarið á þessu banni hafa margar strangtrúaðar fjölskyldur nú flutt á milli Evrópulanda, til dæmis frá Frakklandi til Bretlands, þar sem að slíkt bann er ekki. Hér á landi er heldur ekkert slíkt bann. Því finnst mér afar mikilvægt sem vernd gegn ásókn svona sharia strangtrúaðra fjölskyldna að flytjast til Íslands að slíkt bann verði sett í lög sem allra fyrst hér á landi. Ég ætla að leggja til að við hér í Frelsi og fullveldi að þá beitum okkur fyrir því sem formlegri áskorun til allra stjórnmálaflokka, allra þingmanna og ráðherra að þeir taki upp sams konar lög og þau lönd í Evrópu sem hafa gengið lengst. Og þó þetta málefni virðist fjalla eingöngu konur, þá er það ekki svo, það varðar okkur öll. Eins og mannréttindi og frelsi miðast ekki við kyn. Mannréttindalög innleiða alltaf í sér að þau gilda jafnt fyrir alla og við höfum hér í Frelsi og fullveldi, þá höfum við oft tekið upp ýmis áskorunarmálefni og mér finnst mjög brýnt að við séum skref á undan og reynum að beina ásókn sem við sjáum mikið af flóttafólki að komast meðal annars til Íslands og það sé ekki þessi hluti sem við sækjum mest í að koma hingað. Og takk fyrir. Þú tekur þetta ekki til Önnu Bjargar og þá er næstur á mælendaskrá Kristján Auðunsson.
Góðu gestir, mig langar örstutt að koma hérna á framfæri nokkru punktum tveimur punktum sem ég hef komist að eða upplifað. Ég hef verið undanfarið 25 ár, hef ég verið að vinna í Evrópu, Ameríku og Austurlöndum. Þannig að ég finn hvernig fólk í efnahagsbandalaginu í dag, hvernig því líður. Og ég ansi hræddur það að til dæmis í landi eins og Þýskalandi sem ég hef átt fasta búsetu í nokkuð tíma, að þar minnihluti fyrir efnahagsbandalaginu. Og þannig á Ítalíu sama. Þannig á Spáni sama. Þetta ekki eitthvað sem að fólk í dag vill. Og svo langar mig til að koma hérna fram vextir komu hérna aðeins í umræðuna áðan. Vextir í Þýskalandi, ef þú ætlar að kaupa þér íbúð, þeir eru litlu lægri heldur en eru hér á Íslandi. Við erum með hérna það bil 10,2 til 3%, en í Þýskalandi þeir 7 til 9%. Þetta staðreynd. Og ef þú kaupir íbúð eða eitthvað slíkt í borg eins og München eða Hamborg eða eitthvað svoleiðis, að þá eru vextir aðeins lægri, svona 1 til 2% lægri. En ef leið þú byggir annar staðar, að þá eru vextir þetta allt upp í 9%. Og þegar að kom hérna fram hjá honum Ögmundi í sambandi við fjölda fólks, að við höfum átt okkur á því að í Evrópusambandinu í heildina litið eins og það í dag þegar Bretland datt út eða fór út. Þetta ekki nema rétt 5% af heiminum. 5%. Þetta 450 milljónir sem að búa á þessu svæði. En það eru 8,5 milljarðar fólks í heiminum í dag. Og ef maður í Austurlöndum og við erum að tala Evrópu, þá vita margir hverjir hvað Ísland en við veit ekkert Þjóðverja. Við veit ekkert Dani. Ísland sérstakt. Þetta var svona sem langaði aðeins að koma fram. Hvað við erum lítill hluti af veröldinni. Já, þökkum Kristjáni fyrir. Séra Gunnlaugur Garðarsson hefur óskað eftir að bæta aðeins við það sem hann hafði áður sagt hér. Svo lítið kúriósum sem ekki útúrdúr þegar nánar skoðað. Það var þar höfuðdaginn og ef einhver skyldi hafa gleymt því, þá það minningadagur píslarvættis Jóhannesar skírara. Og við þekkjum öll þá sögu. Hann hafði borið sannleikanum vitni, hann hafði minnt á lögmálsbrot Heródesar og fyrir það var hann tekinn. Og við þekkjum líka þá sögu að unga stúlkan sem hann bað að dansa, hún fengi hvað sem hún vildi fyrir það, dansa fyrir hann og gestina. Móðirinn sem að Heródes hafði tekið frillutæki og líkaði ekki vitnisburður Jóhannesar skírara, sagði henni að biðja höfuð skírarans sem hún fékk á fati. En bara til viðbótar. Þegar drottinn var leiddur fram fyrir Pílatus, eins og Jóhannes Guðspjall greinir frá, að þá nefnir hann að þú ásakaður fyrir að vilja gera þig að konungi. Ertu konungur?
Og hans svar var, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Nú þú ert þá konungur. Og svarið var, til þess er ég fæddur og til þess er ég kominn í heiminn, að ég beri sannleikan vitni. Og megi þetta félag og framsögumennirnir og Páll, takk fyrir þitt og við öll bera sannleikan vitni til sigurs. Nú, góðu fundamenn, séra Geirboga, aðeins að bæta við. Það er einungis eitt orð. Góðir fundamenn, fundastjóri, það er einungis eitt orð. Ég gleymdi að nefna eitt atriði sem skiptir þó verulegu máli í máli mínu áðan. Það er að fylgjast með frjálsri umferð fjármagns til Íslands. Við erum auðvitað í EES og við verðum að greiða fyrir frjálsri för fjármagns eins og ýmis annars. Ég ætla að biðja ykkur að vera vakandi fyrir því þegar að peningarnir fara að streyma frá Evrópusambandinu ef það er ekki þegar byrjað til Íslands, ekki bara Ríkisútvarpsins sem mér skilst að hafi þegið stóra styrki frá Evrópusambandinu, enda er þar vettvangurinn sem að mestu máli skiptir að þér virðist í landinu í bili. Fylgist þið með því að þið fréttið af því að einstök félög eða félagasamtök eða einstakir menn eru farnir að fá verulega fjármuni frá Evrópusambandinu. Það er aðferðin. Þeir sem hafa fylgst með kosningum í Evrópu að undanförnu muna eftir því að þegar að hætta var á að tiltekinn maður með 30 ára starf að baki hjá Sameinuðu þjóðunum leitaði eða bauð sig fram til forsetakjörs í Rúmeníu, hvernig var tekið á því máli. Rifjiði það upp hvernig var tekið á kosningunum í Moldavíu. Vísu kom í báðum tilvikum upp þegar að Trump opnaði American Aid svindlið allt saman, að þeir höfðu fengið verulega fjármuni þaðan. En það er þó ekkert á við þá fjármuni sem Evrópusambandið varði til þess að rétt niðurstaða fengist úr kosningum í þessum ríkjum. Og þeir sem hafa fylgst með því hvernig Evrópusambandið hefur beitt fjárhagsþvingunum til þess að neyða Ungverja og í minna mæli þó Slóvaka til þess að vera til friðs, hafi séð að þetta snýst allt peninga. Þannig að það sem ég ætla að biðja ykkur að hafa andvara á okkur með og hlusta vel eftir, ef þið verðið vör við mikinn flutning fjármuna til landsins, til einstakra stofnana eða aðila, skulum við segja, að þegja ekki það. Þakka fyrir. Já, þakka þér fyrir ekki. Nú þá er komið að því að framsögumenn ávarpi samkomuna öðru sinni og ég veit ekki hvernig þið vilja hafa það, hvort að í sömu röð og þið tókum til máls. Erna, gerðu svo vel. Má ég koma með eina spurningu til þeirra, bara hérðan. Eru engin viðurlög við því að brjóta íslenska stjórnarskrá? Góð spurning. Gerðu svo vel. Ég ætla að fundastjóri og góði fundamenn. Ég ætla að byrja að þakka þessar frábæru umræður hérna. Þær eru blása manni ákveðin kjark og anda í brjóst og hvað þetta er bara öflugur fundur málefnalega. Ég verð bara að segja það fyrir mig og lærdómsríkur. Ég ætla að veðja á Ögmund með stjórnarskrána. Ég er ekki svo öflug í henni, hann er hundur í stjórnmálum og störfum á Alþingi og vona að hann sé færa við það. Sko, ég ætla kannski bara að fara öfuga röð þetta því að ég leitaði hérna smá eins í símanum, séra Geir, þegar þú varst að tala um þetta með styrkina. Og þetta var eitthvað það sem var gert hérna síðast. Það fóru húsmæður og á Snæfellsnesi að læra á tölvur í Rúmeníu og heimsóknir til Brussel og allt þetta, alltaf þetta borga með peningum þýskra og franskra skattborgara eins og verður ber. Þegar að þessi stórveldi nú að seilast til ákrifa hérna á norðurslóðum.
hann annarkvort að skólasystur mínar á Snæfellsnesi fái svona eins og einn flugmiða í leiðinni. En sko við sömdum bókstaflega að gera þetta í samningsrammanum sem var gerður þarna 2010, 27. júlí held ég hann hafi verið samþykktur. Og ætla ég að lesa hérna sko til á íslensku og það alveg hellingur til þetta, jafnvel á íslensku. Það segir meðal annars samhliða aðildarviðræðum mun Evrópusambandið halda áfram pólitísku samráði og skoðanaskiptum borgaralegt samfélag við Ísland í því augnamiði að efla samstöðu og tryggja stuðning borgaranna við aðildarferli. Við samþykktum þetta á ríkisráðstefnu 27. júlí 2010. Þeir sem sagt mega bara koma hérna, gefa ríkisstjórninni peninga, borga flugmiða fyrir vinkonum mínar til þess að fara að læra á tölvur í Rúmeníu eða hvað það setja eftir í hug til að efla samstöðu borgaranna við aðildarferli. Svo mörg voru þau orð. Þannig að þessi peningar munu bara koma hérna eins og það gerðu síðast. Hvaða við samþykktum þetta? Íslenska ríkisstjórnin sem satt hér að völdum 2009-2013 samþykkti þetta á ríkisráðstefnu með Evrópusambandinu 27. júlí 2010. Og þetta allt hægt að lesa, þessi skjöl eru langflest til á vef Heimssýnar. Íslensk stjórnvöld hafa líka opnað vefsvæði með gögnum. Og hvað var þar ekki að finna síðast í góði? Ekki afrit af umsókninni sjálfri sinni, sem þó umsókn aðild en ekki viðræður. Því að þetta allt hluti af sama ferlinu sem miðar að aðild að Evrópusambandinu. Höfum það í huga. Örfá orð í viðbót. Þú þarf ekki að ávarpa allt sem hér var komið inn á til að vekja lengja fundinum. Mér finnst þetta mjög gott sem að Kristján kom hérna með vextina. Mér sagt líka til dæmis að í Frakklandi þá fáir ekki íbúðalán nema þú sért með fólkdýra líftryggingu. Það ekki hluti af kostnaðinum það? Og ég sé Ólafur kinkar kolli. Já, síðan sko þessi orðræða, ég kom nú mjög lauslega inn á hana, Gunnlaugur. Þessi orðræða treystið ekki þjóðinni. Við eigum heima með fólki sem hefur vill standa vörð sömu gildi án þess að nefna þessi gildi eins og ég kom inn á í ræðinni. Og ég átti samtal við konu sem mjög öflug á menntun í íslensku og orðræðugreiningu. Svo ég fór nú aðeins að forveitnast með ChatGPT og fleiri vinkonum á netinu. Og þetta orðræða sem komin beint frá Macron og Merkel og þeirra fólkum í Evrópu. Og með þessu verið að reyna að má út allt sem heitir ágreiningur. Ef þú ert ekki að treysta þjóðinni, þá ertu að skapa einhvern ágreining sem bara hægt að ráðast á þig fyrir. Þú vilt bara ekki vera hluti á liðinu. Og þessu þurfum við að eiga svör við, eins og þetta með gildi. Fyrirgeðu, hvaða gildi þetta þá sem þú ert að tala um? Þetta alveg viðfangsefni sem að við þurfum að vera svolítið, vanda okkur í, því þetta orðræða sem hefur verið þjálfuð erlendis, en hún líka gagnrýnd erlendis. Og hún gagnrýnd bæði frá vinstri og hægri. Já, þetta með kost, mér langar að segja ykkur eina sögu. Evrópusambandið staðráðið að komast að hérna. Það engin vafaði. Og það er gaman að segja söguna sjálf mér hvort sem það Norður Finnlandi eða einhver sendiherra hérna heima í Íslandi. Ég hintaði heimboð frá einum sendiherra inn í COVID. Mér leiddist upp í mjólkursamsöku, svo ég þetta hvort ég geta að gera sitt vestan svona einn dag. Og fekk þýska sendiherra til að bjóða mér heimsókn. Og hann var með ráð við því hvernig íslenski bændur ætti að vera svolítið tekjur. Þeir ætti að setja upp vindmylu, framleiða rafmagn í fljótandi formi, þar segja ammóníaki í tunnum, og selja þjóðurum því þeir var svo leiður á gnauðin í vindmylunum í bakkanum.
Þannig að, sko, hann gat ekki falið nýlendu hugsun. Hann gat ekki falið hana. Og sagði þetta bara svona með þig. Og ég var með mann með mér, þannig að það var ekki bara ég sem heiti þetta. Kaffið var ágætt. Nú, ef ég má koma síðast á því sem að Páll var með, sko, ég hef gert þetta líka, Páll. Það sé þetta koma í veg fyrir þetta verði samþykkt. Með því að vera nógu málefnaleg, finna náttúrulega alla veikleika á málinu sem nokkur kostur og náttúrulega ekki spurning að gera sitt verst í að tala árangursleysi í efnahagsmálum. Þó það sé annar mál, þá fer það ofboðslega dauða. Og þetta með sko að það sé búið að skipuleggja einhverja sérlausn, ég er líka alveg handviss um það þó ég get ekki staðfest það. Það bara allt sem bendir til þess með alla þessa fundi sem búið að hafa. Og ég sagði ykkur áðan að það kom aldrei rýniskýrsla sjávarútvegskaflann. Fyrrverandi ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem þá satt sagði seinna á fundum í sínu kjördæmi að hann hefði vitað hvað stæði í henni. Ég er alveg viss að það verður boðin einhvers konar sérlausn þó hún verði 40-50 ár. En það verður ekki hægt að bjóða neitt meira, því það var önnur spurning áðan hvort að framkvæmdastjórnin gæti lofað einhverjum. Það getur hún ekki, því aðildarsamningar þurfa að fara fyrir þjóðþing allra aðildarríkjanna. Framkvæmdastjórnin hefur ekkert lokaorð í þessu. Og ég ætla bara líka óskandi því að við tölum öll saman ESB. Hvað sem okkur finnst EES, þá það ekki á dagskrá núna. Við erum að hafa þessa skotskífu sem að verður á okkur, eins litla og hægt er. Það erfiðara að hitta lítið mark en stórt. Tölum bara EES seinna. Ég held að ég þurfi ekki að svona ávarpa neitt fleira, það stendur fyrir sínu sem aðra sagt og ef ég glemt ykkur að tala um það. Takk kærlega fyrir mig. Góða kvöld. Nú þá komið að Ögmundi Jónassoni. Sennilega er þetta rétt hjá Ernu að tala sem minnst EES, en alltaf bráðum langar mig til að gera það. Það var mikil ógæfa að gangast undir þá áþjá. Vegna þess að ég tel að EES hafi farið mjög illa með íslenskt samfélag. Mjög illa. Og að vilja ganga lengra undir það vald, og vilja láta berja sig til verkana, slíkir aðilar enda sem þræðir á endanum. Og við langar bara til að nefna það að reynsla mín af Evrópusambandinu og þá í gegnum EES, hún margþætt. Ég nefndi landakaupin, þar sem að ég tel að við hefum getað gengið mjög lengra en við höfum nokkuð tímann gert að eignarhalda landi innan landsteinanna. Ég vildi taka við að rjúfa einokunarstöðu kynnisferða frá Leifsstöð, tengja kynnisferðir almenningssamgöngum á Suðurnesjum. Það var einn þingmaður sem studdi mig, sá var í Sjálfstæðisflokknum, enginn annar. En það var kært til ESA sem sagði að þetta væri óheimilt að blanda sér, að stjórnvöld blanduðu sér í markaðsmálum á þennan hátt. Þegar strandsiglingar voru að fara í gang, þá var aftur kært til ESA. Við komumst fram hjá því. Það tafði málið mjög. Nú er ÁTVR búið að kæra það til ESA og það er ekki langt síðan að þeir sögðu að væri bannað að niðurgreiða Sorpu. Það getur vel verið að við séum ósammála alla þessa þætti. En við getum þó allavega verið ósammála það. Deilt það, tekið ákvörðun, snúið tilbaka. Það getum við ekki þegar að búið að taka frá okkur stólinn. Þetta snýst það. Það er ágætt þessi samlíking við stólinn og réttinn upp á borðinu. Við munum ekki ræða við Bandaríkjamenn
varnir á Norður-Atlantshafi, eða hvað það nú heitir. Við munum ekki ræða viðskiptasamninga við Kína. Við þurfum að segja öllum tvíhliða samningum upp. Það er alveg ljóst. Það verður Evrópusambandið sem gerir það. Við höfum ekki stól við neitt borð. Og svo leyfaði sér að tala það að við þurfum að komast til áhrifa á vettvangi Evrópusambandsins. Hvort hægt sé að dæma fyrir landráð, já. Ég hins vegar ekki fylgjandi slíkri leið. Ég var mjög ósáttur við það þegar Geir Haarde var dreginn fyrir landsdóm. Þegar það sé mál sem átt að gera upp við kosningum og í almennri umræðu, alveg svo þetta. Ég var að sýna hér áform og hvatningu hugveitu að baki bandaríska utanríkisráðuneytinu. Hún er öll að ganga eftir. Hún hefur legið opin sem opin bók og er opin bók. En bara það les það enginn. Og við látum plata okkur og draga okkur á asnaeyrunum út í hið óendanlega. Þetta er vandinn. Vandinn erum við. Vandinn er sofandi þjóð. Og við þurfum að vakna og við þurfum að vekja þjóðina. Það er alveg rétt sem sagt var, það er byrjað að semja. Og þá skulum við líka tala um kurteisi. Ríkisstjórnin segir að við séum ókurteis gagnvart þjóðinni. Við segjum að vandinn sé ríkisstjórnarinnar. En gætum við sameinast í einu að það beri að sýna kjósendum kurteisi. Að koma fram við kjósendur og landsmenn af kurteisi og virðingu. Nú segjast menn ætla að spyrja okkur, þjóðina, hvort það eigi að ganga til samning eins og þau kalla það. En eigum við þá ekki að bíða eftir niðurstöðu? Áður en farið til Brussel að semja, sem þau eru að gera í reynd. Þau eru að skrifa undir hvern samninginn á fætur öðrum og ég held að það sé rétt á að það sem við munum sjá og Erna hefur tekið undir það og aðrir hafa gert það líka. Við munum sjá miklar sjónhverfingar á næstum mánuðum. Miklar sjónhverfingar. Og síðan verður reynt að sýna fram á að við höfum fengið miklar undanþágur. Miklar undanþágur. Og við þurfum alltaf að spyrja og bæta við einu orði. Varanlegar. Eru þær varanlegar? Eru þær varanlegri en þær undanþágur í gæsalöpum sem Írar fengu við inngöngu í Evrópusambandið, efnahagsbandalag Evrópu eins og hét þá 1973 fiskveiðar. Þar sem að þeir töldu sig hafa samið það að áraði illa í Írlandi að þá yrði endurskoðaður kvótinn á Írlandsmiðum. Nú vildu þau taka þetta upp að nýju. Þetta hefur ekkert að segja, vegna þess að ESB getur svo breytt þessu hvenær sem er. Þú segir þið fáið... Það er nákvæmlega punkturinn sem ég ætlaði að koma að. Það er nákvæmlega það sem ég ætlaði að fara að segja. Að þegar á þetta reynir núna og gerði núna rétt fyrir áramótin, það var í tengslum við makrílsamningana, að þeir sögðu að áraði illa hjá sér og þeir vildu láta endurskoða, þá gengur þetta eftir. En það er ekki bara þetta. Við fengum að sjá það í tengslum við járnblendi á síðasta ári, þegar að Evrópusambandið felldi niður eða setti öllu heldur tolla á járnblendi frá Íslandi og Noregi. Og menn spyrja hvernig stendur á því? Þetta er brot á EES-samningnum. Það deilir enginn það að það verið brot á EES-samningnum. Það var brot á honum. En þetta var bara skipun frá Brussel. Hvers vegna kom hún? Til að kúska Íslendinga og Norðmenn til? Til að færa þeim heim sanninn að það væri betra að vera innandyra en utandyra? Eða var það vegna hins sem mér býður í grunn að hafa verið skýringin? Eignarhald á járnblendinu var yfir 50% kínverskt. Og nú var búið að skipa Evrópusambandinu að fara í tollastríð við Kína og það er hlýtt. Og þá víkja samningar við okkur sem aðra. Þannig er þetta. Þetta er nú bara hinn grófi sannleikur.
Svona gerast kaupin á eyrinni. En ég held að við þurfum að vera mjög vakandi gagnvart því sem kemur. Við þurfum alltaf að spyrja hvað er varanlegt og hvað er ekki varanlegt. Vegna þess að það er hægt að regluverk Evrópusambandsins býður upp á margbreytir eitthvað á ýmsa lönd. Við vorum að tala um Möltu áðan. Einhvers staðar sá ég á blaði menn halda því fram að í Ölpunum var einhver sér ákvæði landbúnað og í mjög háum brekkum að þá giltu sérstakar reglur varðandi stóra flutningabíla. Auðvitað, við erum allt fullt af svona. En eru menn virkilega að tína svona til sumarbústaða á Jótlandi, trukka í brekkum í Tyrol og landbúnað og bera það saman við þá hagsmunum sem við erum að tala fallvötnin okkar, sjávarauðlindina og bara fullveldi Íslands? Eru menn virkilega að bera þetta saman? Og nikótínpúðum í Svíþjóð. Og ég meina við þurfum ekki missa sjónar á aðalatriðum málsins sem að snúa að fullveldi okkar, hvort að þessi íslenskur stóll við borðið eða ekki, eða hvort við erum komin upp á borðið sem forréttur eða eftirréttur eða hver sá réttur það er. Það er mörg að taka. Ég eiginlega tókst allir á loft þegar séra Geir fór að tala um glæpasamtökin NATO og skildu leiðir með okkur að vísu á lokametrunum þegar hann sagði að við ættum að hanga þar innan borðs, svona í bili allavega, það borgaði sig. En ég held í alvöru, bara að ljúka máli mínu með því að vísa aftur í hann Eystein Jónsson, að einhvern tímann hefðu menn sagt að þetta væru draumárar og rugl. En þetta er ekkert meiri draumárar en hjá Svisslendingum. Ögmundur, örstutt. Ég varpaði spurningunni stjórnarskrána. Getum við farið þessa vegferð öðruvísin að breyta stjórnarskránni fyrst? Nei, það held ég geti ekki verið. En í framhaldi af því sem ég spurði áðan, eru engin viðurlög við því að brjóta stjórnarskrá? Jú, það eru viðurlög við því. En ég að segja það að það sem að við þurfum að gera er ekki að einblína á sekt og sakleysi fyrir dómstólum. Við höfum að horfa til þjóðarinnar, sofandi þjóðar sem verður að vakna. Við þurfum öll að vakna og þannig vinnum við þennan slag, ekki fyrir dómstólum. Menn ætluðu að dæma Geir Haarde í sektir fyrir að brjóta á landsmönnum og landinu. Þetta er ekki svo leið sem við eigum að fara. Sú leið sem við eigum að fara er bara hin lýðræðislega leið vakandi þjóðar. Það er sú leið sem við eigum að fara. Þá verðum við að fella þessa ríkisstjórn. Hvað með Þorgerði Katrínu sem það liggur fyrir kæra á henni fyrir landráð? Já, ég ætla ekki að tjá mig landráð eins eða annars. Ég ætla bara að segja það að ég tel að það sé mikið í húfi að við vöknum, séum vakandi þegar að gylliboðin koma, þegar reynt verður að blekkja okkur, að við höldum vöku okkar í málefnalegri umræðu, vegna þess að ég er svo sannfærður það að okkar málstaður, ef hann fær að heyrast og ef þjóðin fær að kynnast honum vel og menn skilja hvað málið snýst þá munum við hafa sigur. Við munum hafa sigur. Hvar sem að ég fer og ræði þessi mál, þar eru menn á einu máli þetta. Þetta er þannig. Og þannig mun þetta vinnast. Ég er alveg sannfærður það. Takk fyrir. Jæja, góðu fundarmenn. Það líður að lokum þessa fundar. Má ég leyfa mér að þakka framsögumönnum, ræðumönnum og ykkur öllum fyrir þennan einstaklega málefnalega fund. Það er búið að ræða hér á hæsta málefnalega plani það viðfangsefni sem hér er uppi, en það er ekkert minna heldur en frelsi og fullveldi þjóðarinnar og verið þess minnum að við erum stödd á vettvangi málfundafélagsins frelsi og fullveldi. Og að svo mæltu bið ég formann málfundafélagsins frelsis og fullveldis
að slíta fundi. Séra Geir og Gerðsson. Ég tek undir þakkir fundarstjórans til frummælenda og ykkar allra og bið ykkur að þegar þið fáið upptökuna af fundinum að dreifa henni sem víðast. Það er mjög mikilvægt held ég í ljósi orða séra Halldórs Gunnarssonar áðan að þegar þið fáið þessa upptöku að dreifa slóðinni út allt. Ekki bara til fjölskyldunar og nánustu vina heldur að espa alla til þess að láta þetta ganga sem víðast. Og að lokum þá óska ég ykkur öllum góðrar heimfarar og góðrar heimkomu og segi fundinum slitið. Já.